byrja bara. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. nóvember 2014 og við göngum til fyrsta liðar á dagskrá sem fyrri umræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 og fyrstur tekur til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í upphafi þessari umræðu frumvarp að fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar vil ég vekja máls á því að Reykjavíkurborg hlaut umhverfis- og náttúruverðlaun Norðurlandaráðs í síðustu viku. Þetta mikill heiður og leið hvatning til að gera enn betur í umhverfis- og skipulagsmálum. Kynningarefni Reykjavíkur vegna tilnefningarinnar og rökstuðningur dómnefndar skiptist til hálfs. Annar hlutinn horfði aftur til vatnsveitunar og vatnsverndarinnar, lagningar hitaveitu og framleiðslu rafmagns með jarðvarma, fjölgunar hjólastíga, breyttra ferðavenja, hreinsunar strandlengjunar og grænna skrefa borgarinnar. Hinn hlutinn horfði fram á við til markmiða í loftslagsmálum, eflingu almenningssamgangna, frekari lagningar hjólastígu, stofnun borgargarða og varðveislu grænna svæða og verkefnisins torg í biðstöðu sem fyllt hefur borgina af skapandi lífi undanfarin ár. Allt þetta verkefni sem hafa tekist afbragðsvel, sum umdeild í fyrstu. Bæjarfulltrúar hröktust úr bæjarstjórn fyrir að berjast fyrir vatnsveitu fyrir hartnær 100 árum, enda vatnsgjaldið ekki vinsælt, ekki frekar en fráveitugjaldið sem lagt var á nær öld síðar til hreinsunar strandlengjunar. Því var mótmælt harðlega og reyndar kallaður skítaskattur. Í fyrstu var hlegið að áherslu á hjólreiðar og enn eru til þeir sem ekki tala fyrir þéttingu byggðar og þróun borgarinnar inn á við, eða umgangast náttúruna og loftslagsmál af léttúð, en umhverfismálin snúast þó í grunninn eitt, lífsgæði okkar allra og lífsgæði barnanna okkar. Og auðvitað góða og ábyrga nýtingu sameiginlegra auðlinda. Kjarninn í framtíðarsýn meirihluta borgarstjórnar felst í áherslu á lífsgæði, virðingu fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni eins og segir í samstarfsyfirlýsingunni, stefna borgarinnar og skipulagsáætlanir og nú fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og næstu 5 ár hefur þetta sama markmið. Framtíðarsýn borgarinnar líka skýr eins og hún birtist meðal annars í framsæknu og metnaðarfullu aðalskipulagi þar sem virðing fyrir umhverfi og fólkinu sem byggir borgina fer saman. Innleiðing þess verður eitt stærsta verkefni næstu ára. Viðurkenning Norðurlandaráðs sannarlega mikilvæg og hvatning fyrir okkur öll til að halda áfram og gera meira og gera betur. Hafi eðlilegu metnaður í loftslagsmálum og umhverfismálum ekki verið nægur, þá ljóst að nýleg skýrsla IPCC eða nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Þá kynnir hún stöðu sem verður að taka mjög alvarlega. Loftslagsbreytingar eru staðreynd og loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Það er ekki lengur deilt og má segja að dýrmætum árum hafi sömuleyti verið sóað í baráttu gegn aðgerðum gegn loftslagsbreytingum af afneitunarsinnum sem sáð hafa fræjum efans í stað þess að leggja á ráðin rétt viðbrögð og aðgerðir. Reykjavík á að skipa sér í röð með öllum þeim borgum sem viðurkenna vandann og heita því að gera það sem í þeirra valdi stendur til að bregðast við honum. Í því skyni höfum við hafið samstarf við aðrar borgir í Evrópu sem hluti af verkefninu Meios Adapt og munum á næsta ári vinna að uppfærðri aðgerðaráætlun gegn loftslagsbreytingum með hliðsjón af bestu þekkingu alls staðar í heiminum. Forseti, kæru borgarfulltrúar, nýr meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, VG og Pírata leggur nú fram sína fyrstu fjárhagsáætlun. Hún einkennist af varfærni og ábyrgum rekstri og í henni má finna þær áherslur sem meirihlutinn kynnti í byrjun sumars. Gjöld á barnafjölskyldur lækka, frístundakortið hækkar, stofnaði nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð, ráðin verður erindreki gagnsæis og samráðs, lögð rík áhersla á mannréttindi og velferð, læsi, verk og listgreinar í skólum, auk uppbyggingaráforma. Stærstu breytingarnar milli ára tengjast þó því að kjarasamningar ársins færðu starfsfólki borgarinnar allnokkrar kjarabætur. Vegna lágra verðbólgu má ætla að þær feli jafnframt í sér kaupmáttaraukningu.
Grunninn að því lagði borgin í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur með því að taka af skarið síðasta haust, frysta gjaldskrár og stemma þannig stigu við verðbólguvæntingum. Sérstakt áhersluatriði í samningum var að vinna gegn kynbundnum launamun. Rétt fyrir þennan fund átti ég annan með áhyggjufulltrúa tónlistarkennara hér í anddyri Ráðhússins. Þeir vildu koma á framfæri við mig, borgarstjórn og borgarráð, ályktun sem þeir afhentu mér og ég legg hér fram á fundinum og vísa til borgarráðs samkvæmt beiðni þeirra. Ég deili áhyggjum af alvarlegri stöðu í þessari deilu en bindum leið vonir við að niðurstaða hennar ráðist við samningaborðið. Ég hef sagt það áður að mér finnst krafan að tónlistarkennarar hafi sambærileg laun og við aðrar kennarastéttir vera sanngjörn, en minni á, eins og ég gerði í andrinu niðri, að launahækkanir til kennara umfram almennar hækkanir náðust meðal annars með því að horfa til breytinga á kjarasamningnum þannig að það væri unnt. Þannig niðurstaða vonast ég til að náist líka við samningaborðið við félag tónlistarkennara, en þegar hafa raunar náð samninga við félag íslenskra hljómlistamanna og munu 80% félagsmanna þess félags hafa samþykkt þann samning. En þetta var kjaramálin. Skatthlutföll eru óbreytt í frumvarpi fyrir árið 2015 en þó nokkrar gjaldskrár taka verðlags- eða kostnaðarhækkanir. Gjaldskrá leikskóla munu hins vegar lækka og teknir verði upp systkinaafslættir þvert á skólastig. Þetta vinnur gegn verðlagsáhrifum annarra hækkana og kjör barnafjölskyldna batna. Fjárhagsáætlun endurspeglar ágætan rekstur og viðunandi afkomu. Í stóru myndinni skiptir það mestu að björgunaráætlun Orkuveitunar planið hefur gengið eftir. Myndarlegur afgangur myndast því til að greiða niður og lækka skuldir. Fjármálastjórn borgarinnar gengur fínt, en við verðum auðvitað áfram að hafa svolítið fyrir þessu. Hækkandi útsvarstekjur eru ekki vegna þess að útsvarshlutfallið hækkar, heldur vegna hækkandi launa í samfélaginu. Þessar hækkandi tekjur ná þó ekki fyllilega að dekka launahækkanir starfsfólks samkvæmt kjarasamningum og því gerð aðhaldskrafa til allra málaflokka. Framlög hafa þó jafnframt verið aukin lítillega til velferðarmála, einkum búsetuþjónustu við fatlað fólk, þjónustu við geðfatlaða og barnavernd. Í fjárfestingum er lögð áhersla á verkefni sem fallin eru til þess að auka lífsgæði í borginni. Undirbúin verður viðbygging við Sundhöllina og Borgarbókasafnið, Vesturbæjarskóla, auk skóla, sundlaugar og menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal sem langstærsta verkefni næstu 5 ára í fjárfestingum. Hjólreiðaáætlun er myndarleg sem fyrr og áhersla er lögð á tímabært viðhald á skólahúsnæði víða borgina. Þegar horft er fram í tímann í 5 ára áætlun sjá skýrmerki þess að Reykjavík dregur vagninn þessar mundir í hagvöxt á Íslandi, í fjárfestingu og uppbyggingu. Íbúðabyggingar eru að aukast, hótel rísa og bygging atvinnuhúsnæðis er að taka við sér. Miklu skiptir auðvitað að svara mikilli eftirspurn á húsnæðismarkaði, sérstaklega þegar horft er til leigumarkaðarins. Þar ætlar Reykjavík að standa sína plikt. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar er sett fram í samræmi við 62. og 3. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru í borgarráði 7. febrúar 2013. Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A- og B-hluta samanber 60. grein laganna, grein 60. A-hlutin til upprifjunar samanstendur af aðalsjóði, eignasjóði og bílastæðasjóði borgarinnar. Í aðalsjóði birtist rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaður með skatttekjum og þjónustutekjum. Í eignasjóði haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna, auk sérstakra skipulagsverkefna. Í bílastæðasjóði haldið utan rekstur bílastæða og bílahúsa fyrir almennings. Í áætlun A-hluta milliviðskiptum, svo sem vegna innri leigu og fasteignaskatta, jafnað út á milli A-hluta stofnana.
Til B-hluta til upprifjunar teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem af hálfu eða meiri hluta í eigu borgarinnar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem falla undir B-hluta eru Faxaflóahafnir, Félagsbústaðir hf, Íþrótta- og sýningahöllin hf, Jörundur hf, Malbikunarstöðin Höfði hf, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa, Strætó. En rekstur slökkviliðs og strætó að mestu fjármagnað með framlögum frá eignaraðilum og hlutur Reykjavíkurborgar gjaldfærður í aðalsjóði. Hluti af þjónustutekjum Íþrótta- og sýningarhallar og Sorpu hluti af gjöldum málaflokka innan aðalsjóðs en að öðru leyti fyrirtækin fjármagnað með þjónustutekjum. Í áætlun samstæðu milliviðskiptum jafnað á milli A-hluta og B-hluta. Reikniskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á alþjóðlegum reikniskilastöðlum, svokölluðum IFRS uppgjörstöðlum, en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á framsetning samstæðuáætlunar byggir á ofangreindum reikniskilaðaðferðum til þess að samræmi sé milli reikniskila og áætlanagerðarinnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2015 og frumvarp af 5 ára áætlun til ársins 2019 ásamt tillögum álagningarhlutfall útsvars 2014, álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðalegu 2015, viðmiðunartekjum elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttur af fasteignagjöldum og fráveitugjöldum 2015 og tillögum lántöku vegna framkvæmda árið 2015 og hafa þessi gögn þegar verið lögð fram á fundinum. Í stuttu máli eru skatthlutföll hjá Reykjavíkurborg öll óbreytt frá yfirstandandi ári. Skatttekjur aukast þó vegna hækkandi launa og fasteignamats, en mér finnst rétt áður lengra haldið að rekja forsendur frumvarpsins nokkuð. Frumvarp að fjárhagsáætlun 2015 og 5 ára áætlun byggir meðal annars á forsendum sem sóttar í Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands, enda gert ráð fyrir að sveitarfélögin byggi almennt á þessum forsendum, svo sem hagvöxt, verðlag, gengi, atvinnuleysis og mannfjöldaspár. Í greinargerð með frumvarpinu eru mikilvægar forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið og jafnframt fjallað áhrif þess ef þær breytast, nokkurs konar fráviksgreiningar. Von á nýrri þjóðhagsspá 14. nóvember næstkomandi og frumvarpið lagt fram með fyrirvara hugsanlega breytingar vegna nýrrar þjóðhagsspár. Mikilvæg tengsl eru milli fjárlagafrumvarps og tekjuöflunarfrumvarpa ríkisins sem nú liggja fyrir Alþingi og frumvarps að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015. Í greinargerð með frumvarpinu farið yfir áhættur sem tengjast fjárhagslegum samskiptum við ríkið. Það meðal annars bent á að það stefnir í að vanta 1,3 milljarða upp á framlög úr jöfnunarsjóði og tekjur af 0,25% útsvari til að fjármagna þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík og Seltjarnarnesi á þessu ári og allt stefnir í að þessi fjármunir muni nema nær 1,5 milljarði á óbreyttu á árinu 2015, þar að segja það sem upp á vantar. Frumvarpið byggir auk þess á forsendum tekjuöflun og lántökur sem ákveðnar í borgarstjórn. Eins og áður sagði, þær forsendur varða útsvar, fasteignagjöld og gjaldskrár fyrir þjónustu. Lagt til að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%. Þetta þýðir að við gerum ráð fyrir að Reykvíkingar greiði 57,3 milljarða í útsvar á árinu 2015. Af þessum 57,3 milljörðum renna 49,9 milljarðar í borgarsjóð en 6,8 milljarðar af útsvarsgreiðslum Reykvíkinga renna í jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Af því sem rennur í jöfnunarsjóð fara 3 milljarðar af útsvari Reykvíkinga til fámennra og tekjulítilla sveitarfélaga víðs vegar landið til að standa undir grunnþjónustu sem útsvarsgreiðslur íbúanna og fasteignagjöld duga ekki fyrir. Álagningarhlutföll fasteignaskatta og lóðalegu verða sömuleiðis óbreytt, sem þýðir að fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði verði áfram 0,2% af fasteignamati og lóðalega af íbúðarhúsnæði verði áfram 0,2% af fasteignamati lóðar.
Þetta felur í sér að heildartekjur vegna fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði eru áætlaðar 3.195 milljónir króna og heildartekjur af lóðarleigu vegna íbúðarhúsnæðis eru áætlaðar 453 milljónir króna. Þessi hlutföll eru með þeim allra lægstu á íbúðarhúsnæði í landinu. Enn fremur er lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberu húsnæði verði óbreytt eða 1,32%. Heildartekjur af þessum lið eru áætlaðar 2.190 milljónir króna. Þá er lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði óbreytt eða 1,65% og eru heildartekjur af þessum tekjustofni áætlaðar 8.979 milljónir króna. Er þá miðað við að hækkun álagningar vegna nýs fasteignamats þjóðskrár kom ekki nema litlu leyti til framkvæmda á árinu eða sem nemur 30% af hækkuninni í samræmi við fyrirliggjandi lagafrumvarp breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga. Tilgangur þess frumvarps er að dreifa áhrifum af miklum hækkunum á fasteignamati atvinnuhúsnæðis á 3 ár, 2015 til 2017, í stað þess að láta alla hækkunina ganga yfir atvinnureksturinn á einu ári. Til skýringar að þá leiðir hækkunin annars vegar af hækkun á markaðsverði en hins vegar á breyttu vinnubrögðum þjóðskrár eða fasteignamats sem leiðir til þessa niðurstöðu. En bið verður sumsi á því að þær auknu tekjur komi í borgarsjóð, það er í raun jafngildi verðlagshækkana eða markaðshækkana sem reiknast á næsta ári. Lóðarleiga af opinberu húsnæði og atvinnuhúsnæði verður óbreytt eða 1% á næsta ári og heildartekjur af þeim liður áætlaðar 767 milljónir króna og hefur frumvarpið þar hliðstæð áhrif. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Markmið meirihluta borgarstjórnar er að bæta kjör barnafjölskyldna og að gjaldskrárbreytingar þegar allt er talið leiði ekki til hækkunar og vísitölu neysluverðs. Námsgjöld í leikskólum verða lækkuð 100 milljónir króna og teknir verða upp systkinaafslættir þvert á skólastig, þá verða frístundastyrkir hækkaðir. Fyrir fundinum liggur útfærð tillaga að breytingum á gjaldskrám og sá fyrirvari gerður að tillaga tilfærslur eða frekari breytingar á gjaldskrám geta komið til milli umræðna fjárhagsáætlun þegar niðurstaða greiningar og heildaráhrifum þeirra fyrir verðlag liggur fyrir. Rétt er að vekja athygli á því að ný þjónustugjöld munu leggjast á hjá umhverfis- og skipulagssviði í samræmi við nýja skipulagsreglugerð en slík gjöld hafa raunar verið lögð á í nágrannasveitarfélögum okkar í nokkur ár. Er áætlað að þar verði innheimt fyrir raunkostnaði við vinnu skipulagsins. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú að fara yfir megin niðurstöður frumvarpsins. Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2015 er áætluð jákvæð 8,8 milljarða. Það er nauðsynlegt vegna mikilla skulda Orkuveitu Reykjavíkur sem standa þarf undir. Til samanburðar má geta þess að afgangur á samstæðunni var 8,4 milljarðar árið 2013 en í útkomuspá ársins er gert ráð fyrir 14,4 milljarða afgangi en þann mikla afgang umfram áætlun ársins má að miklu leyti rekja til bættra afkomu Orkuveitu Reykjavíkur meðal annars vegna áhrifa hækkandi álvers og sterkara gengis. Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2015 er áætluð jákvæð 437 milljónir króna. Til samanburðar má geta þess að afkoma A-hluta var jákvæð sem nemur 3.170 milljónum króna 2013 en í útkomuspá ársins er halli að fjárhæð 130 milljónir. Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliðs í jákvæð og nemi 1.234 milljónum króna en árið 2013 var afgangur A-hluta að fjárhæð 3.820 milljónum króna. Rekstrartekjur A-hluta eru áætlaðar 88,6 milljarðar króna, þar að veru skatttekjur tæpir 68 milljarðar. Rekstrargjöld A-hluta eru áætluð 87,4 milljarðar, þar að veru laun og launatengd gjöld 48,6 milljarðar, annar rekstrakostnaður 34,7 milljarðar og afskriftir 4,1 milljarðar.
Áformaðar lántökur A-hluta nema 2 milljörðum eða því sem næst það sama og niðurgreiðsla langtímaskulda og fjárfestingar eru 7,4 milljarðar. Rekstrartekjur aðalsjóðs en í honum rekstur málaflokka borgarinnar áætlaðar 89,3 milljarðar króna, þar af skatttekjur 69,3 milljarðar. Þar nema tekjur af fasteignagjöldum sem lögður á eignasjóð 1,5 milljarði. Þegar saman tekin aðalsjóður og eignasjóður í A-hluta hverfa þessar tekjur aðalsjóðs og útgjöld eignasjóðs sem milliviðskipti. Rekstrarútgjöld aðalsjóðs áætlaðar 99,3 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 46,9 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 52,4 milljarðar. Skuldahlutfall samstæðunnar miðað við sveitarstjórnarlög að OR undanskilinni nú komin niður í 99%, en mörkin eru 150% eins og þekkt Rekstrartekjur eignasjóðs áætlaðar 20 milljarðar króna, þar af tekjur af sölu byggingarréttar 1,8 milljarðar. Rekstrarútgjöld eignasjóðs eru áætluð 10,9 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 1,5 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 5,4 milljarðar og afskriftir 4 milljarðar. Rekstrartekjur bílastæðasjóðs áætlaðar 835 milljónir króna. Rekstrarútgjöld bílastæðasjóðs áætluð 724 milljónir króna. Bílastæðasjóður gerir því ráð fyrir 112 milljónir króna hagnað á næsta ári. Bílastæðasjóður skuldlaus og gerir ráð fyrir að geta fjármagnað áformaðar fjárfestingar með handbæru fé. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar, það ekki hægt að láta hjá líða að fara örfáum orðum fjárhagsleg samskipti ríkisins og borgarinnar. Í greinargerð með frumvarpinu farið nokkrum orðum þessi samskipti og meðal annars bent á að fjárhagsleg áhætta af þessum samskiptum sé í raun ein stærsta fjárhagslega áhættan sem borgin býr við. Bæði eru dæmi góð og miðurgóð samskipti við ríkið. Samkomulag húsaleigubætur og rekstur Hörpu hefur til að mynda verið virt og verulegur árangur hefur náðst í sameiginlegum vinnumarkaðsaðgerðum ríkis og borgar á undanförnum árum. En önnur dæmi það að ríkið hefur velt kostnaði yfir á sveitarfélögin eða svikist að standa við samninga. Ég vil nefna nokkur dæmi sem máli skiptir að unnið sé úr. Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar og tryggingagjalds hafa verið íþyngjandi fyrir rekstur A-hluta borgarinnar frá efnahagshruni. Þau hafa tvöfaldast sem hlutfall af útsvarstekjum úr 6% árið 2008 í 12% árið 2014 með tilheyrandi ruðningsáhrifum á grunnþjónustu og önnur verkefni sveitarfélagsins, enda að tala niðurskurðar og aðhaldstíma. Það mikilvægt að ríki og Reykjavíkurborg komast að niðurstöðu hvernig megi bæta borginu og öðrum sveitarfélögum þessi auknu útgjöld en áhrif atvinnuleysins hafa verið sérstaklega neikvæð í Reykjavík. Færa má rök fyrir því að Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög hafi tekið við hluta af útgjöldum atvinnuleysistryggingasjóðs vegna aðstoðar við atvinnulausa sem ekki hafa rétt til atvinnuleysisbóta. Þess vegna eðlilegt að hluti tekna af tryggingagjaldi verði eftir hjá sveitarfélögum. Hátt álagningarhlutfall tryggingagjald skilar ríkissjóði 20 milljörðum á hverju ári sé miðað við álagningarhlutfall á árunum fyrir hrun. Ótrúlega hægt hefur gengið að lækka tryggingagjaldið miðað við hvað náðst hefur að lækka atvinnuleysi og þar með kostnað af atvinnuleysistryggingum. Ofan á þetta bætist fyrirhuguð stytting bótatímabils sem getur svo kostað Reykjavík frá 200 milljónum upp í 400 til 500 milljónir króna. Og mikilvægt að horfi verði frá þeim áformum og í staðinn verið rætt lengingu bótatímabils eða framlög ríkis til vinnumarkaðsaðgerða fyrir einstaklinga sem eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Því má einnig velta upp hvort sterka stöðu atvinnuleysistryggingasjóðs var ekki rétt að nýta einhverju leyti til að standa á baki við frekara námi hjá þeim stóra hluta Íslendinga á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið skipulögðu framhaldsnámi. Þessum hópi hættast við að missa vinnuna og verða langtímaatvinnulaus. Þarna held ég að mikilvægt sé að byggja á góðri reynslu af menntunar og vinnumarkaðsverkefnum undanfarinna ára, þar sem samfélagið hefur verið að vinna sig og mennta sig út úr kreppunni með verkefnum á borð við nám til vinnu, liðstyrk og menntun núna.
Það er sérstaklega umhugsunarvert að ekki sé byggt á þessum árangri heldur verið stefnt í þveröfuga átt með því að þrengja aðgengi þeirra sem eru orðnir 25 ára og eldri að framhaldsskólakerfinu. Í þessu efni vantar bæði langtímasýn og festu. Skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar sem boðuð hefur verið getur kostað borgina 3,4 til 4,6 milljarða króna á næstu árum, þar af 1,5 milljarð á árunum 2014 til 2017. Mikilvægt að tekjuaukningu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna bankaskatts verði ráðstafað hlutfallslega til þeirra sveitarfélaga sem verða fyrir útsvarstekjutapi vegna laga séreignarsparnað. Af þessum sökum. Stjórn Sambands sveitarfélaga hefur raunar tekið undir þessi sjónarmið Reykjavíkurborgar og þau hafa jafnframt verið kynnt á frumvarpsformi. Fyrir það ber að þakka. Heildarútgjöld til málaflokks fatlaðs fólks á árinu 2014 eru varlega áætluð 6,6 milljarðar og 93 milljónir króna en framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 3 milljarðar og 877 milljónir króna og tekjur vegna útsvarsauka hjá Reykvíkingum og Seltirningum vegna málefna fatlaðra er rétt rúmur milljarður. Áætlaður halli vegna þjónustu við fatlað fólk nemur þannig ríflega 1,2 milljarði króna. Yfirfærslan á þessum verkefnum hefur með öðrum orðum skapað fjárhagslega áhættu fyrir borgarsjóð það er ekki deilt, en ríkið tekur heldur ekki tillit til aukinna þjónustukrafna sem það hefur sjálft skilgreint í formi reglugerða, fjölda þeirra sem fá þjónustuna eða þróun útgjalda. Mikilvægt að taka á þessu við endurmat á fjárhagslegum þáttum varðandi yfirflutningin sem nú stendur yfir, en önnur verkefni eins og áframhald verkefnisins notendastýrða persónulega aðstoð MPA eru í algjörri óvissu. Samtal og samráð eru lykilatriði í svo viðkvæmum málaflokki sem ég vona að segja megi að allir hafi metnað til að standa vel að. Í fjárlögum 2013 var gert ráð fyrir 996 milljón króna framlagi til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og skyldi hlutur strætó samkvæmt samningnum nema 90%. Á árinu 2014 vantaði 145 milljónir króna á það að þessi samningur væri efndur af hálfu ríkisins og meðan við fyrirliggjandi frumvarp fyrir árið 2015 vantar tæpar 200 milljónir króna til þess að hann sé uppfyllur auk verðlagsbreytinga. Til að samningurinn nái markmiðum sínum verða notendur og íbúar að geta treyst því að stjórnvöld starfi á grundvelli langtímastefnum að efla almenningssamgöngur og að ganga megi að góðri þjónustu strætó vísri til næstu ára. Notendum strætó hefur góðu heilli fjölgað mikið en að mínu mati sýnir ríkið ekki nægilega staðfestu eða fastheldni við gerða samninga og hér vantar verulega upp á að langtímasýn og ef til vill samfæringu fyrir gildi almenningssamgangna tryggi þá festu sem nauðsynlega í stórum langtímaverkefnum af þessu tagi. Samanlagður halli á rekstri hjúkrunarheimili borgarinnar sem samningsbundið verkefni þar sem ábyrgðin ríkisins áætlaður tæpir 1,5 milljarður króna á árabilinu 2008 til 2014. Mikilvægt að ríkið tryggi tekjur á móti útgjöldum vegna hjúkrunarheimila með endurskoðun daggjalda eða öðrum hætti, enda verkefni ríkisins að ræða og sá ég ekki betur en að nýútkomin skýrsla ríkisendurskoðunar sama efni vitnaði nákvæmlega þetta. Það sem sé af nóg að taka, ríkið hefur sýnt áberandi ábyrgðarleysi að mínu mati í málefnum náttúruminjasafns og væntanlegra sýningar náttúru Íslands í Perlunni þrátt fyrir undirritaða samninga þess efnis og skilja eftir tóma holu þar sem nú ætti að rísa hús íslenskra fræða við Háskóla Íslands. Þannig mætti áfram telja en þó held ég að flestir muni verið sammála það að eitt mikilvægasta máli sem út af stendur og yfirskeggir flest önnur brýn hagsmunamál á borði ríkisins þó ákvörðun að ráðast í endurbætur á húsakosti Landspítalans og
á mati þess sem hér stendur þá getur ákvörðun í því efni ekki beðið. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, það búið að vera mikið að vera á fagsviðum borgarinnar í aðdraganda fjárhagsáætlunar og ég get fullyrt að hér hafa verið ljós kveikt fram á kvöld í öllum helstu stofnunum Reykjavíkur undanfarna viku og mánuði við undirbúning áætlunarinnar. Áður en ég víka að starfsemi einstakra fagsviða vil ég raunar þakka stjórnendum og starfsfólki Reykjavíkurborgar fyrir þeirra ómetanlega starf í þágu borgarbúa og starf við undirbúning fjárhagsáætlunar sérstaklega. Án þess að ég vilji gera mannamun vil ég þó sérstaklega þakka starfsfólki fjármálaskrifstofu fyrir vel unnið og vandað verk. Þetta er stór og mikill ferill, hann er flókinn og tekur langan tíma en við erum alltaf að bæta okkur og ég held að gögnin sem lögð eru fyrir borgarstjórn og þar með borgarbúa og kaupullina hafi sjaldan verið ítarlegri eða betri með áhugaverðri fráviksgreiningum, sviðsmyndagreiningum til framtíðar og áhættumati á einstökum þáttum sem endurspeglar auðvitað bæði mikla ábyrgð í því hvernig áætlunin er framsett en líka til góða fyrir okkur sem stjórnendur þannig að við áttum okkur á því hvar mestu áhætturnar eru og hvar þurfum við að grípa til aðgerða ef eitthvað út af bregður. Ég gerir ráð fyrir því að við aðra umræðu frumvarpa fjárhagsáætlun í upphafi desember munu formenn fagráða fara ítarlegar yfir starfs- og fjárhagsáætlanir fagsviðanna en ég mun engu að síður tæpa á því helsta sem sviðin er að fást við. Á vegum íþrótta- og tómstundasviðs er rekstur 6 sundlauga, Hinsússins, Siglingaklúbbsins Siglunes, Ylstrandar, Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, íþróttamannvirkja, félagavalla, skíðasvæða og fleira. ITR hefur umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og æskulýðsfélaga og frístundakortsins ásamt samskiptum við íþrótta- og æskulýðsfélaga og samtök þeirra. Starfsemi ITR snýr þannig að stærstum hluta almennir þjónustu við borgarbúa í íþrótta- og tómstundamálum og stuðningi við þau félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. ITR leggur sem fyrr áherslu á að með öflugu samráði og samstarfi hverjum borgarinnar skapist vettvangur verkefna og sóknarfæra sem eru knúin áfram að vilja íbúana, fólksins sem þar býr og starfar. Fjárhagsáætlun sviðsins gerir ráð fyrir 500 starfsmönnum í 250 stöðugildum, laun og launatengd gjöld eru 1,5 milljarður. Rekstrargjöld sviðsins eru hins vegar samtals tæpir 7,6 milljarðar en tekjur nema 1,3 milljarðum. Þannig nema framlög til málaflokksins 6,3 milljarðum. Á næsta ári er meðal helstu verkefna íþrótta- og tómstundaráðs að útfæra hækkun frístundakortsins. Sú sýn sem þar býr að baki er að borginni að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til þess að börn geti stunda íþróttir eða listnám óháð efnahag foreldra og hækkun frístundakortsins er skref í þá átt og telst mér til að Reykjavíkurborg sé með þessu með eina hæstu niðurgreiðslu tómstundarstyrkja á höfuðborgarsvæðinu og líklega þó víða væri leitað. Náðu á þétt samstarf við Íþróttabandalag Reykjavíkur sem er sameiginlegur vettvangur íþróttafélaganna í Reykjavík. Skiptir gríðarlega miklu máli fyrir borgaryfirvöld varðandi þau atriði sem snúa að uppbyggingu íþróttamannvirkja og annað samstarf. Ég vil sérstaklega nefna vinnuhóp sem borgarráð samþykkti fyrir nokkru að setja af stað til að fara yfir þær hugmyndir og óskir sem liggja fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja í höfuðborginni til framtíðar. Hópurinn á að forgangsraða verkefnum til að tryggja góða nýtingu almannafjár og leið girða fyrir ákvörðunartöku byggða á einhverju öðru en bestu mögulegu upplýsingum hverju sinni. Og talandi mannvirki, þá er framundan frekari uppbygging á sundhöllinni í Reykjavík með útilaug, auk nýrrar sundlaugar í Úlfarsárdal, íþróttaaðstöðu þar. En annars hefur endurbótaáætlun sundlaugarinnar gengið ótrúlega vel á undanförnum árum og nýjasta heiti potturinn í Vesturbæjarlauginni sýnir hvað þetta getur breytt miklu aðsókn, en hún hefur stóraukist. Öflugt íþróttastarf og lýðheilsa er eitt af því sem gerir góða borg að lífsgæðaborg og sjálfboðaliðar innan íþróttahreyfingarinnar, foreldrar í foreldrastarfi hafa sjaldan verið þar fleiri og vilja nota tækifærið og þakka sérstaklega fyrir það óeigingjarna starf sem þar er unnið. En eru öflugar almenningsíþróttir og skipulagt íþrótta- og félagsstarf stór hluti af því sem hefur verið kallað heilsuborgin Reykjavík.
Á menningar- og ferðamálasviði er hlutverk sviðsins að fara með menningar- og ferðamál hjá Reykjavíkurborg. Það hefur yfirumsjón með starfsemi Borgarbókasafns, Listasafns Reykjavíkur, Ljósmyndasafns Reykjavíkur, Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs, Minjasafns Reykjavíkur og Höfuðborgarstofu. Minjasafnið er nú runnið inn í nýtt safn eins og kunnugt er. Umsjón með starfsemi Viðeyjar, Reykjavík bókmenntaborgar UNESCO og þverfagleg starfsemi barnamenningu er vistuð á skrifstofu sviðsins en stofnanirnar starfa samkvæmt samþykktu Reykjavíkurborgar og lögum og reglugerðum á hverju sviði. Sviðið hefur jafnframt umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu, Listahátíðar í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir hönd Reykjavíkurborgar og menningar- og ferðamálasviðið sér samninga, styrki og samskipti við list- og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra. Starfsmenn menningar- og ferðamálasviðs eru 225 í 155 stöðugildum, laun og launatengd gjöld eru milljarður. Rekstrargjöld sviðsins eru samtals 4,3 milljarðar en rekstrartekjur 333 milljónir króna. Þannig nema framlög til málaflokksins 4 milljörðum en langstærstu einstöku menningarstyrkþegar borgarinnar eru Leikfélag Reykjavíkur með 936 milljónir króna framlög og tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa með 590 milljónir króna. Á árinu 2015 er áætlað að stofnanir menningar- og ferðamálasviðs taki á móti og þjónustu 1,5 milljónum gesta og alltaf 47.000 börn og unglingar komi í skipulagðar heimsóknir á menningarstofnanir. Ný menningarstefna ræður forgangsröðun í verkefnum næsta árs og er forsenda langtímaáætlana. Tenging markmiða við aðgerðir í menningarmálum er helsta breytingin frá fyrra ári en í menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014 til 2020 er að finna ítarlega aðgerðaráætlun. Gert er ráð fyrir að áætlunin sé uppfærð árlega en menningarstefnunni fylgja nú 118 aðgerðir svo af nógu er að taka og margar fór í farveg strax á árinu sem er að líða. Nýjar aðgerðir á næsta ári snúa að rekstri menningarstofnana, til dæmis samrekstur Borgarbókasafns Reykjavíkur og Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs með það að markmiði að styrkja framtíð bókasafna sem menningarmiðju í hverfum borgarinnar. Borgarsögusafnið sem stofnað var 1. júní síðastliðinn mun eflast og þróast á fyrsta heila starfsári sínu. Unnið verður að undirbúningi þess að efla Grófarhús sem menningarmiðstöð með nýbyggingu á lóðinni Tryggvagötu 13-15 sem tengd verður Grófarhúsi. Hluti viðbyggingarinnar rúmar starfsemi og þjónustu Borgarbókasafns og Ljósmyndasafns en einnig verður þar miðstöð orðlistar. Listi í almenningsrýmum má finna stað í menningarstefnunni þar sem segir að gera í ráð fyrir list í almenningsrými strax á skipulagsstigi með sérstaka áherslu á menningarlega sérstöðu einstakra hverfa borgarinnar. Þetta hefur verið áhersla eins og við sjáum í áhugaverðri þróun sem er að verða í Breiðholti, svo dæmi sé nefnt. Barnamenning verður efld og samstarf við grasrótarstarf í menningarlífi borgarinnar sömuleiðis eins og fram kemur í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans. En í ferðamálunum verður áfram byggt á grunnstoðunum 4 í ferðamálastefnunni, vetrarborg, menningarborg, heilsuborg og ráðstefnuborg. En nýtt slagorð og auðkenni fyrir Reykjavík og nágrannasveitarfélög okkar, Reykjavík Loves, var kynnt í september 2014 og haldið verið áfram með innleiðingu þess. Nýja markaðsefni byggir á auknu samstarfi við nágrannasveitarfélög sameiginlega markaðssetningu á höfuðborgarsvæðinu í heild undir merkjum Reykjavíkur. En meginmarkmið höfuðborgarstofu er að lengja dvalartíma erlendra ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars með kynningu og afþreyingarmöguleikum og menningarframboði í Reykjavík og nágrenni. Fjöldi erlendra ferðamanna mun að líkindum ná því að verða 1 milljón á næsta ári og dvelur meira en 95% þess fjölda í lengri eða skemmri tíma í Reykjavík. 96% erlendra gesta í Reykjavík eru ánægðir með heimsóknina og segjast munu mæla með borginni við vini og vandamenn. Miðborg Reykjavíkur er fjölsóttasti ferðamannastöður landsins og leið og ferðaþjónustan skapar mikil verðmæti í fjölgun starfa, auknum fjárfestingum og fjölbreytni í framboði og hvers kyns þjónustu og upplifun í borginni er að mörgu að hyggja. Hvernig Reykjavíkurborg stendur á móttöku gesta, stuðlar að jafnvægi og uppbyggingu innviða til framtíðar og hvar næstu hótel eiga að rísa.
Þessi viðfangsefni kalla á mjög náið samtal og samstarf við önnur stjórnvöld, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, fyrirtækin í greininni en líka íbúa alla borg. En ef við höldum vel á þessu, þá getur sóknin í ferðaþjónustu nýst okkur til þess að stuðla því að Reykjavík sé allt í senn hlýleg, skemmtileg og litrík borg, jafnt fyrir þá sem hér búa og hina sem sækja okkur heim. Skóla- og frístundasvið er stærsta svið borgarinnar. Undir sviði heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar og starfsemi námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar, myndræs- og skólahljómsveita. Sviðið hefur umsjón með starfsemi sjálfstætt starfandi leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og myndlistaskóla, auk annarrar sambærilegrar starfsemi sem styrkt af Reykjavíkurborg. Þá annars sviðið umsjón og eftirlit með þjónustusamningi við þjónustumiðstöðvar í hverfum vegna sérfræðiþjónustu til leik- og grunnskólabarna og frístundaráðgjöf. Jafnframt hefur sviðið eftirlit með daggæslu í heimahúsum. Þjónusta sviðsins nær því til það bil 20.000 barna og fjölskyldna þeirra nánast daglega og hefur á að skipa 5.000 starfsmönnum. Þeir eru nánar tiltekið tæplega 5.100 í 3.974 stöðugildum og laun og launatengd gjöld á sviðinu eru 24,7 milljarðar króna. Rekstrargjöld skóla- og frístundasviðs eru samtals tæpir 40,8 milljarðar króna en rekstrartekjur 3,4 milljarðar. Þannig nema framlög til málaflokksins 37,4 milljarðar. Á grundvelli samstarfsyfirlýsingar nýs meirihluta hefur skóla- og frístundaráð skilgreint 5 áherslusvið á komandi misserum. Þau eru efling læsis- og lesskilnings, aukið vægi list- og verknáms, lýðræði, jöfnuður og mannréttindi, fjölmenning og gæði og fagmennska. Leiðarljós skóla- og frístundaráðs er að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Markmiðið er að fleiri börn og ungmenni nái betri árangri, líði vel og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífi og starfi. Aukið vægi verk-, tækni- og listnáms er hluti af eflingu nemendamiðaðs skólastarfs því það undirstrikar nauðsyn þess að skapa nemendum raunverulegt val áherslur í námi sem taki mið af hæfileikum, áhugasviði og framtíðaráformum hvers og eins. Markmið verkefnisins er að auka aðgengi nemenda að fjölbreyttu verklegu námi sem ýtir undir frumkvæði og nýsköpun en aukin áhersla verður einnig lögð á heilsueflingu, forvarnir og hollt mataræði á starfsstöðum sviðsins. Í leikskólamálum er áhersla á að koma til móts við barnafjölskyldur með lækkun leikskólagjalda og systkinaafslætti þvert á málaflokka en á sama tíma og almenn gjaldskrárhækkun Reykjavíkurborgar nemur 3,4%, þá munu leikskólagjöld lækka. Með 100 milljóna króna framlagi á námsgjöldin en útfærsla þess og 100 milljóna króna systkinaafsláttar þvert á svið verður kynnt á milli umræðna fjárhagsáætlun. Stefnt er að því að systkinaafslætti í frístund til þeirra barna sem eiga systkin í leikskóla verði að sum sé að veruleika og gæti afslátturinn numið allt að 50% miðað við þessar forsendur. Í frístundamáli verður áfram unnið að samþættingu skóla- og frístundastarfs með það að markmið að vinnudagur barna og ungmenna verði heildstæður. Í grunnskólum eru megin áherslur á árinu 2015 að innleiða nýja kjarasamninga við grunnskólakennara. Ef vinnutímakafli samningsins verður samþykktur í febrúar 2015 verður vinnutími kennara nánast sá sami og hjá öðru háskólamenntuðu starfsfólki borgarinnar og skipulag svipað. Nýju kjarasamningarnir eiga að styrkja fagleg starf innan grunnskólans þar sem nám, kennsla, undirbúningur og úrvinnsla kennslu eru forgangsverkefni. Umhverfis- og skipulagssvið gegnir fjölþættu hlutverki allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumótun í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum til samþykktra teikninga og að tryggja eftirlit í heilbrigðismálum.
Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og graslættu og snjómokstri. Undir sviðið heyra byggingafulltrúi, skipulagsfulltrúi og heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Starfsmenn á umhverfis- og skipulagssviði eru 400 í 361 stöðugildi, sumarstarfsmenn eru áætlaðir 380, laun og launatengd gjöld eru 1,8 milljarður króna. Rekstrarútgjöld umhverfis- og skipulagssviðis eru samtals tæpir 8,2 milljarðar króna en rekstrartekjur 2 milljarðar. Þannig nema framlög til málaflokksins 6,2 milljarðar. Á umhverfis- og skipulagssviði verður innleiðing aðalskipulags, greiningarvinna með áherslu á íbúðamarkaðinn, endurskoðun hjólreiðaáætlunar og endurgerð borgartorga sem á alls kyns gleðiverkefni í miðborgin og öðrum hverfum fyrirferðarmikil á árinu 2015, margs konar hönnunarsamkeppnir meðal annars fyrir samgöngumiðstöð, Gufunessvæðið, Bryggjukverfi og Höfðana ásamt mörgu öðru verða á dagskrá. Ennfremur verður unnið að bættri þjónustu, upplýsingagjöf, samráð og fræðslu. Stefna líffræðilegan fjölbreytileika verður kláruð, fleiri niðurgröfnir grenndargámar líta dagsins ljós og sorpflokkun í almenningsrými mun sjást víðar. Á kjörtímabilinu verður hverfaskipulag kynnt og vonandi samþykkt í öllum hverfum sem mun einfalda alla umsýslu hverfanna bæði fyrir borgina og íbúa hennar. Eitt verkefni mun líklega vekja meiri athygli en önnur en það endurskipulagning grassláttar. Þar sem hugsunin sú að fallega hönnuð náttúruleg svæði mun einhverju leyti leysa grasflatir af hólmi og auka fjölbreytni í borgarlandslæginu. Heildarendurskoðun vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins heldur áfram og Reykjavíkurborg lítur á umhverfis- og náttúruverðlaun Norðurlandaráðs sem mikla hvatningu fyrir þetta svið, bæði sem viðurkenningu fyrir velunum störf og til að gera enn betri málaflokknum. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar bera ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlunargerð, framkvæmd og samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Velferðarsvið vinnur með velferðarráði og barnaverndarnefnd. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á 6 þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar, auk barnaverndar Reykjavíkur og heimaþjónustu Reykjavíkur. Undir þjónustumiðstöðvar heyra starfseiningar í hverfum borgarinnar, svo sem félagsmiðstöðvar, búsetuúrræði, skammtímaheimili og dagþjónustuúrræði. Lagaskyld verkefni sem velferðarsvið bera ábyrgð á samkvæmt stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar eru meðal annars fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf, sérfræðiþjónusta skóla, húsnæðisaðstoð og búsetuþjónusta, barnavernd, heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta, matarþjónusta, félagsstarf fyrir aldraða, ferðaþjónusta fatlaðra, stuðningsþjónusta, daggæsluráðgjöf, forvarnir og almenn upplýsingagjöf. Starfseiningar velferðarsviðs eru rúmlega 120 talsins og þjónusta veitt allan sólarhringinn á 2/3 þeirra. Starfsmenn sem heyra undir velferðarsvið eru í 1478 stöðugildum en töluverður hluti starfsmanna velferðarsviðs í hlutastörfum. Laun og launatengd gjöld eru 11 milljarðar. Rekstrargjöld sviðsins eru áætluð tæpir 25 milljarðar króna en rekstrartekjur 5,5 milljarður króna. Þannig nema framlög til málaflokksins 19,3 milljörðum króna. Útgangspunktur í starfi Reykjavíkurborgar á sviði velferðarmála að auka lífsgæði fólks. Allt starf borgarinnar miðar að þessu leiðarljósi sviðsins hvað varðar hlutverk og verkefni þess á komandi árum. Verkefni velferðarsviðs hafa aukist talsvert á umliðnum árum. Þetta bæði vegna versnandi hags fólks og erfiðum tíma í okkar samfélagi en líka vegna yfirfærslu á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga. Málaflokkur fatlaðs fólks kom yfir til sveitarfélaganna árið 2011 og samningur heimahjúkrun var gerður 2 árum fyrr. Yfirfærslan á málefnum fatlaðs fólks hefur ekki gengið hnökralaust fyrir sig en margt hefur þó gengið þar vel leið og ljóst að margt hægt að gera betur og bæta enda mikla vonir bundnar við endurmat samningana við ríkið málaflokkinn sem nú standa yfir því að fjármagn þarf að fylgja metnaði. Samþætting heimahjúkrunar og félagslegra heimaþjónustu hefur verið í gangi í Reykjavík frá árinu 2009 og ljóst að þar hefur heildina tekist vel til.
Í gangi eru samningaviðræður áframhaldandi samstarf á því sviði. Aukning hefur orðið í útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar á liðnum árum vegna efnahagsástands í kjölfar bankakreppunnar. Á þessu ári erum við fyrst að sjá merki þess að dragi aftur úr útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar og má meðal annars rekja það til þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til að koma í veg fyrir að fólk festist á fjárhagsaðstoð. Alls kyns virkniúrræði, atvinnuúrræði, samvinna við Vinnumálastofnun og fleiri aðila hafa skilað góðum árangri og áfram er nauðsynlegt að huga þessum þáttum til að auka möguleika fólks á fjárhagsaðstoð til vinnu og virkni. Á næsta ári horfir velferðarráð og velferðarsviðið sérstaklega til málefna barna og ungmenna. Þetta er sérstaklega mikilvægt áherslusvið, í því felst meðal annars áhersla á málefni barnaverndar, sérfræðiþjónustu í skólum, virka skimun og skjót viðbrögð þegar þörf er á aðstoð og stuðningi vegna félagslegra eða annarra erfiðleika. Slík úrræði eru mikilvæg til að aðstoða fólk á fyrri stigum og koma í veg fyrir langvarandi erfiðleika. Undanfarin ár hefur verið viðvarandi vandi í rekstri búsetuúrræða fyrir fatlað fólk. Þetta stafar meðal annars af því að fjöldi þeirra sem verið er að sinna á þessu sviði hefur aukist. Kröfur betri aðbúnað auk þar sem hugmyndafræði hefur þróast. Kröfur betri aðbúnað auk þar sem hugmyndafræði hefur þróast á þessu sviði á undanförnum árum. Eftir vandaða yfirferði við þennan málaflokk var talið nauðsynlegt að bæta 200 milljónum krónum við ramma velferðarsviðs, en samhliða því verður ráðast í ýmsar aðgerðir til að reyna að draga úr kostnaði og bæta nýtingu fjármuna. Innleiðing viðverustefnu Reykjavíkurborgar spilar þar hlutverk sem á yfirferði við skipulag og vinnufyrirkomulag á hverjum stað fyrir sig. Verkefni hefur verið í forgangi á velferðarsviðs á þessu ári og verður áfram. Þróun velferðarmála hefur verið hröð undanfarið. Nýir málaflokkar fæst yfir til sveitarfélaga og álag verið mikið vegna erfiðra ytri aðstæðna. Framundan einnig miklar breytingar ef horft er til lýðfræðilegra þróunar næstu ára, fyrirsjáanlegrar fjölgunar eldra fólks með tilheyrandi áskorunum. Það verður verkefni komandi ára að skipuleggja og undirbúa okkur vel undir þessar breytingar sem eru þegar í fullum gangi. Mikilvægt er að horfa það til nýsköpunar og tækninýjunga eins og nýlega var rætt í borgarstjórn. Miðlæg stjórnsýsla og stoðþjónusta. Á vegum Reykjavíkurborgar heyrir undir embætti borgarritara. Starfsstöðvar eru bæði í Ráðhúsi Reykjavíkur og á Höfðatorgi. Hin miðlæga stjórnsýsla fer með forystuhlutverki stjórnsýslu og þjónustu borgarinnar. Það er hennar að búa í haginn fyrir kjörna fulltrúa og tryggja aðgang þeirra gögnum og greiningu til undirbúnings stefnumótunar. Það er líka hlutverk hennar að passa upp á stefnumörkun með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við fagsvið borgarinnar sé fylgt, enn fremur að halda upp í virku eftirliti með því að framkvæmd sé í samræmi við stefnur og fjárhagslegar heimildir. Jafnframt sé miðlæg stjórnsýslu að greiða fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum með því að styðja gagnvirkt upplýsingaflæði milli stjórnenda sviða og stofnana borgarinnar, íbúa og annarra samráðsaðila. Fjöldi starfsmanna í miðlægri stjórnsýslu er 277 í jafnmörgum stöðugildum. Rekstrargjöld verða samtals 4,1 milljarðar króna en rekstrartekjur 1,4 milljarðar. Þannig nema framlög til miðlægra skrifstofa 2,7 milljarðar króna. 2 fastanefndir borgarinnar heyra beint undir borgarráð og tilheyrir í raun miðlægri stjórnsýslu. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð er nýtt ráð sem stofnað var nú í sumar. Nú standum við viðtal vegna ráðningar erindreka gagnsæis og lýðræðis, en það er mikil gerjun í ráðinu og verður spennandi að sjá áætlanir þess fyrir kjörtímabilið og næsta ár. Fyrir liggur efling nærþjónustu og endurskilgreining hlutverka hverfaráða, íbúakosningar og víðtækara samráð en áður hefur þekkst. Ennfremur mun ráðið tryggja auki gegnsæi, þróa leiðir til að opna stjórnkerfið og bókhald borgarinnar, bæta skilvirkni og viðmót þjónustunnar og auka þátttöku íbúa í ákvarðanatöku. Það má segja að lýðræðið hafi einhver leyti tapað í síðustu sveitarstjórnarkosningum í ljósi minnkandi kjörsóknar, en hún hefur aldrei verið minni. Þess vegna er mikilvægt að hefja nú þegar sókn á öllum vígstöðum til að tryggja að fleiri vilji, nenni og geti kosið í næstu kosningum hér á Íslandi. Mannréttindaráð tilheyrir einnig miðlægri stjórnsýslu og er fastanefnd innan stjórnkerfisins. Þar er ekki síður mikið að gerast og ég vil nefna helstu atriði.
í mannréttindaráði og mannréttindaskrifstofu munum á nýju ári sjá móttökuáætlun fyrir innflytjendur verða að veruleika undir yfirskriftinni Velkomin til Reykjavíkur. Hrint verður af stað með þörfu verkefni sem miðar að því að útrýma eða sporna gegn heimilisofbeldi, sem ekki aðeins stórt heilbrigðismál, heldur líka jafnréttismál, og rétt að boða hér tillögu á milli umræðna í því efni. Þá Reykjavíkurborg þátttakandi í Evrópuverkefninu Intercultural Cities, sem við fengum nýlega samanburðarskýrslu stöðu Reykjavíkur frá aðstandendum verkefnisins, sem gefur okkur fullt tilefni til þess að auðga Reykjavík á öllum sviðum með margbreytileika og umburðarlyndi að leiðarljósi. Eins búið að stofna starfshóp til að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í allt starf borgarinnar. Að auki í miðlægri stjórnsýslu stefnt að því að stofna öldungaráð og efla fjölmenningaráð enn frekar, auk þess sem endurskoðun og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar stendur yfir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú farið yfir stóru línurnar varðandi A-hluta samstæðuna fyrir næsta ár, en vil undirstrika að áætlunin sýnir ágætan rekstur og viðunandi afkomu. Í B-hluta samstæðunar eru fyrirtæki sem af hálfu eða meirihluta í eigu Reykjavíkurborgar. Líkt og áður vil ég þakka stjórnendum þeirra, stjórnum og starfsfólki fyrir starf þeirra í þágu borgarbúa og undirbúning þessara fjárhagsáætlunar. Ef við förum stuttlega yfir helstu fyrirtækin, þá starfa Faxaflóahafnir allan Faxaflóa og þar gert ráð fyrir 246 milljóna króna hagnað á næsta ári. Rekstur fyrirtækisins traustur, enda þótt höfuðtekjustofnar séu viðkvæmir fyrir hagsveiflum. Fyrirtæki áformar að fjárfesta fyrir 1,2 milljarða á næsta ári og gerir ráð fyrir að fjármagna það með handbæru fé. Á verkefnaskrá eru meðal annars framkvæmdir við gömlu höfnina, lenging Skarfabakka í Sundahöfn, lenging Tangabakka á Grundartanga og dýpkun í hafnarmynni á Akranesi. Félagsbústaðir áætla 2,3 milljarða í hagnað á næsta ári, en það bókfærður hagnaður sem stafar af matsbreytingu eigna að stærstum hluta. Gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 1 milljarð krónur næsta ári og ný langtímalán verði tekin fyrir 935 milljónir. Þetta birtist í áætlun stjórnarinnar þar sem segir að stefnt sé að því að kaupa 35 litlar íbúðir á ári næstu 5 ár eða samtals 175 íbúðir. Meirihluti borgarstjórnar vill fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum meira og raunar mun meira og á grundvelli greiningar velferðarsviðs á þörf fyrir byggingu almennra félagslegra leiguíbúða munum við leggja til að inn í áætlanir félagsbústaða bætist við 500 nýjar íbúðir við eignasafnið á næstu árum. Tillaga þess efnis verður lögð fram á milli umræða við fjárhagsáætlun og þetta hluti af áætlunum fjölgun leigu- og búseturéttaríbúða 2500 til 3000 sem fara í að stað í Reykjavík næstu 3 til 5 árum. Hjá Orkuveitu Reykjavíkur áætluð rekstrarniðurstaða 6,2 milljarðar króna, fjárfestingar eru 10 milljarðar en áætlaðar lántökur eru einnig 10 milljarðar á árinu. Veltufé frá rekstri áætlað 21,8 milljarðar og afborgun langtímalána alls 17,8 milljarðar. Orkuveita Reykjavíkur langstærsta fyrirtæki í B-hluta samstæðunar og með stærstu fyrirtækjum landsins. Rekstur fyrirtækisins á þessu ári sterkur og í samræmi við aðgerðaáætlun eigendar og stjórnar fyrirtækisins sem gengur undir því ágæta nafni planið. Niðurgreiðsla skulda forsenda þess að fyrirtæki sæki fram og kennitölu þess batna, en ég kem betur að því undir 5 ára áætlun að þetta svo sannarlega raunin fyrir Orkuveituna annars vegar. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins áætlar að 138 milljóna króna afgangur verða á rekstri félagsins árið 2015. Unnið að samningi sjúkraflutninga slökkviliðsins til næstu 6 ára þar með að ljúka óvissutímabili þessa mikilvægu starfsemi á höfuðborgarsvæðinu sem varðar öryggi og lífsgæði allra íbúa.
Ég geri ráð fyrir að undirritaður samningur liggi fyrir innan tíðar og verði þá hægt að kynna í borgarráði og fjárhagsáætlun slökkviliðs og 5 ára áætlun fyrirtækisins verða endurskoðuð í kjölfarið. Sorpa áætlar 352 milljón króna rekstrarafgang á árinu 2015 en stefnt að því að hefja umfangsmiklar fjárfestingar fyrir tæpa 2 milljarða á árinu 2015, einkum vegna byggingar gasgerðarstöðvar. Strætó gerir ráð fyrir að skila 66 milljón króna afgangi á næsta ári. Strætó gerir ráð fyrir að framlögin nemi 1.846 milljónum króna en í áætlun ársins 2014 gert ráð fyrir 750 milljónum króna til fjárfestinga og þær verði fjármagnaðar af handbæru fé. 2015 á þetta að vera, hygg ég. Nokkur óvissa ríkir endir samnings ríkisins almenningssamgöngur eins og ég gerði áður grein fyrir í ræðu minni. Kostnaðarhlutdeild farþega helst óbreytt frá fyrra ári eða 30%. Til samanburðar hlutdeild farþega í kostnaði almenningssamgangna oft 50% á Norðurlöndum. Það líka ánægilegt að geta sagt frá því hér að frá með áramótum stefnt að því að geta loks boðið upp á barna- og ungmennakort sem mun án efa gagnast barnafjölskyldum í borginni vel með lækkun strætisvagnafargjalda. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég hef nú farið yfir helstu atriði frumvarps að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 og legg til að frumvarpinu verði vísað til seinni umræðu og vind mér þar með í 5 ára áætlun. Við undirbúning og gerð 5 ára áætlunar hefur verið farið yfir forsendur tekjuspár, einkum útsvars- og fasteignaskatta og það margvíslegu skuldbindingar sem Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir varðandi þjónustu og útgjöld. Tekjuspá útsvars grundvallast á landsspám Hagstofu með aukningu vinnumagns og spám fasteignaskatta grundvallu á spám umhverfis- og skipulagssviðs þróun uppbyggingar húsnæðis í Reykjavík á næstu 5 árum. Við mat á útgjaldaþróun hefur verið gerð spá þróun og samsetningu íbúa borgarinnar til næstu 5 ára sem byggir á spám Hagstofu þróun á landinu og höfuðborgarsvæðinu. Út frá þessari spá hefur unnin spá fjölda nemenda í leik- og grunnskólum og fjölda eldri borgara sem þurfa á velferðarúrræðum borgarinnar að halda. Þá hefur verið gerð ítarleg rýning á forsendum fyrir þróun útgjalda til fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta. Hvet borgarfulltrúa til að kynna sér efni greinargerðar með frumvarpinu þessi atriði en vek jafnframt athygli á því að spár magnbreytingar eru spár og þær gildir ákveðin óvissa sem rétt að vekja athygli á. Það sem sést skýrt í 5 ára áætlun að Reykjavík dregur vagninn í hagkerfinu og framundan töluverð uppbygging í borginni. Reikna má með að strax árið 2016 verði umfang uppbyggingarinnar nálægt meðaltali undanfarinna áratuga eftir nokkra lægð. Eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði hefur aukist verulega á undanförnum árum í kjölfar kreppu og lélegu aðgengi að fjármagni til uppbyggingar. Það hefur breyst á undanförnum misserum og verið stefni að hægt verði að auka framboð íbúða til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem skapast hefur síðastliðin ár. Áhugi á fjárfestingu á íbúðarhúsnæði fer vaxandi og uppbygging víða borgina þegar hafin. Reykjavík hefur mikið forskot ef litið til staðsetningu uppbyggingarreita í borginni og þess vegna metið svo að á næstu 5 árum geti risið verið fullgerðar 4.000 íbúðir og frá 2020 til 2022 4.400 til viðbótar. Ítarlegur kynningarfundur uppbygginguna framundan í Reykjavík verður í Ráðhúsinu í næstu viku líkt á fyrri ár þar sem upplýsingum hefur verið safnað frá uppbyggingar- og samstarfsaðilum okkar í borginni með áherslu á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Eins og áður segir mun Reykjavíkurborg beita sér fyrir því að 2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttaríbúðir fari í uppbyggingu á næstu 3 til 5 árum. En stefnt verður jafnframt að því að uppfylla markmið aðalskipulags að fjórðungur þeirra íbúða sem rísi á nýjum uppbyggingarsvæðum verði leiguhúsnæði og búseturéttaríbúðir. Þessi markmið fara sjálfsögðu saman. Meginniðurstöður 5 ára áætlunar frumvarpsins
sem lagt fram með hefðbundnu hætti á föstu verðlagi eru eftirfarandi. Rekstrarniðurstaða samstæðu árið 2016 áætluð 11,8 milljarðar, fyrir árið 2017 12,5 milljarðar, árið 2018 13,1 milljarðar og árið 2019 rúmlega 14 milljarðar. Frumvarp af fjárhagsáætlun 2015 gerir ráð fyrir tæplega 8,8 milljarða jákvæðra afkomu og því áætlað afkoman batna á tímabilinu 5,2 milljarða. Áætlað að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verða á bilinu 18,4 til 21,7 milljarðar og batni 3,3 milljarða á tímabilinu eða 18% með við frumvarp 2015. Fjármagnsgjöld eru áætlað á bilinu 5,6 til 8,1 milljarðar á tímabilinu og þau lækki rúmlega 30% sem skýrist fyrst og fremst af því að gert ráð fyrir niðurgreiðslu skulda í samstæðu og áætlun á föstu verðlagi og ekki kemur til verðlagsbreytinga á skuldir þeim sökum. Áætlað að skuldir og skuldbindingar samstæðu á föstu verðlagi dragist saman 46,1 milljarða eða 17% og nemi 230 milljörðum við lok tímabils. Hér verður þó að vara við því að tölur eru ekki uppfærðar með tilliti til verðlags- og gengisbreytingar sem skiptir máli í samhenginu og skýrist betur þegar ræktað verður tölur á breytilegu verðlagi. Áætlað að eigið fé aukist 54,4 milljarða eða 25% og verði 271 milljarður króna í lok tímabils. Þetta þýðir að eiginfjárhlutfall samstæðunnar hækki úr 44% í 54% til 2019. Fjármögnunarhreyfingar eru áætlaðar neikvæðar 56,5 milljarða á tímabilinu 2015 til 2019 sem skýrist af umfangsmiklum niðurgreiðslum og skuldum, einkum í Orkuveitunni. Gert ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 80 milljörðum á tímabilinu. Útkomuspá vegna ársins 2014 gerir ráð fyrir að afborganir nemi tæpum 23 milljörðum. Samanlagt því gert ráð fyrir að afborganir skulda nemi 120 milljörðum frá upphafi árs 2014 til loka árs 2019. Gert ráð fyrir að Orkuveita Reykjavíkur greiði niður skuldir að fjárhæð 99,7 milljarða á tímabilinu í samræmi við aðgerðaáætlun Orkuveitu Reykjavíkur eigenda. Fjárfestingarhreyfingar eru áætlaðar 78,3 milljarðar á tímabilinu. Fjárfestingar eru áætlaðar 86,7 milljarðar, þar af hjá eignasjóðum 27 milljarðar, Orkuveitunni 45,6 milljarðar, Félagsbústöðum 5,8 milljarðar, Faxaflóefnum 6 milljarðar, Sorpu 3,8 milljarðar, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 600 milljónir króna og Strætó 1,7 milljarðar. Áætlun tímabilsins gerir ráð fyrir að sala eigna nemi 8,3 milljarðum en eignasjóður áætlar áformar sölu bingaréttar fyrir 9,1 milljarð króna. Áætlun samstæðunnar ber þess augljóst merki að unnið að því einkum í gegnum aðgerðaáætlun Orkuveitunar að tryggja rekstrarhæfi samstæðuna til lengri tíma með því að setja háa kröfur veltufé fyrir rekstri sem gerir samstæðuna og þá einkum Orkuveitunni kleift að standa við skuldbindingar sínar. Áhrif þess eru þau að rekstrarafkoma verður samkvæmt áætlunni jákvæð allt tímabilið sem gerir það að verkum að kröfur fjármálareglna sveitarfélaga varðandi jafnvægisreglur uppfylltar á tímabilinu en áhrifin eru líka þau að skuldahlutfall samstæðunnar samkvæmt fjármálareglunum lækka á sama tíma hratt. Fjármálareglur sveitarfélaganna setja þeim skýr fyrirmæli sem ramma af 5 ára áætlun borgarinnar. Þá vil ég næst víkja að áætlun A-hluta á föstu verðlagi. Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2016 áætluð 2,1 milljarður króna, árið 2017 1,8 milljarður, árið 2018 1,3 milljarður og árið 2019 1,2 milljarðar. Frumvarp af fjárhagsáætlun 2015 gerir ráð fyrir 437 milljónir króna afgangi og því áætlað að afkoma batna á tímabilinu 753 milljónir króna. Þetta mun vera 7,5 milljarðar. Þeir eru fallið út kommusetning. Leiðréttum það í síðar umræðu. Áætlað að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verði 1.234 milljónir króna árið 2015 en á bilinu 1,5 til 2,2 milljarðar á tímabilinu 2016 til 2019 og
og muni batna 284 milljónir króna miðað við frumvarp 2015. Vakin athygli á því að árið 2015 með væntum verðlagsáhrifum en árin sem á eftir koma ekki. Fjármagnsgjöld áætluð á bilinu 122 til 328 milljónir króna á tímabilinu en samkvæmt frumvarpi fjárhagsáætlun 2015 gert ráð fyrir að fjármagnsgjöldum að fjárhæð 798 milljónir króna. Þetta skýrist að stærstu leyti að verðbreytingafærslum. Áætlað að eignir aukist á tímabilinu 4,7 milljarða og verði 157,3 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar lækka 1,6 milljarða og nema 63,7 milljörðum króna við lok tímabils. Eigið fé eykst 6,4 milljarða eða 7% og verður 93,7 milljarðar í lok tímabils. Gert ráð fyrir að eiginfjárhlutfall A-hluta muni aukast á tímabilinu úr 55,9% í 65,6%. Áætlað að fjárfestingar í fasteignum verði 14,8 milljarðar, í samgöngumannvirkjum 11,5 milljarðar brúttó eða 5,8 milljarðar nettó og fjárfestingar í áhöldum tækjum og stofnbúnaði 3,7 milljarðar. Fjármögnunarhreyfingar eru áætlaðar neikvæðar 1,8 milljarða á tímabilinu en áætlað að lántökur nemi 8,8 milljörðum og að þær verði 30% af áætlaðri nettó fjárfestingu árin 2015 og 2017 til 2019 en 40% árið 2016. Gert ráð fyrir því að afborganir langtímalána nemi 10,6 milljörðum á tímabilinu. Handbært fé frá rekstri áætlað 6,5 til 7,4 milljarðar ár hvert á tímabilinu og nemur aukningin 0,5 milljörðum miðað við frumvarp 2015 þegar handbært fé frá rekstri áætlað 6,1 milljarður. Í greinargerð má sjá mynd af greiðslugetu A-hluta þar sem sjá má að handbært fé frá rekstri ræði með afgerandi hætti við afborganir lána á tímabilinu. Áætlað að handbært fé verði 11,7 milljarðar hjá A-hluta í árslok 2019. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, eins og ég gat í upphafi ræðu minnar frumvarp að 5 ára áætlun er nauðsynlegt að skoða rekstrarafkomu efnahag og sjóðstreymi með tilliti til áætlaðra breytinga á verðlagi, launum, vöxtum, gengi og með tilliti til orkuveituna verður líka lítið til áætlaðrar þróunar álverðs. Við þessa framsetningu á frumvarpinu stuðst við forsendur úr þjóðhagsspá Hagstofu Íslands verðlag, launa og gengisþróun fyrir tímabilið 2014 til 2018 en eftir það fylgt forsendum jafnan vöxt. Þá miðað við þekktar markaðsforsendur þróun álvers og vaxtaferla. Jafnframt hefur unnin greining á frumvarpi á breytilegu verðlagi til að varpa ljósi á efni þess fyrir mismunandi þróun í efnahagsumhverfi samstæðu borgarinnar. Þannig sýnd annars vegar sviðsmynd stöðugs vaxtar og hins vegar sviðsmynd sem byggir á áframhaldandi einkaneyslu-drifnum hagvexti 2014 til 2015 sem síðan snýst í tímabil samdráttar. Þessum sviðsmyndum nánar lýst í greinargerð með frumvarpi. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar og breytilegu verðlagi jákvæð allt tímabil 5 ára áætlunar. Á árinu 2015 áætluð 8,8 milljarðar og í lok tímabil 17,1 milljarður. Þetta felur í sig mikla aukningu eiginfjársamstæðunnar, fjármagnsgjöld nettó lækka 23% og eru áætluð 6,2 milljarðar á árinu 2019. Meginástæða þessara hagfelldu þróunar felst í áhrifum aðgerðaáætlunar eigenda og stjórnenda orkuveituna sem leiddi til endurskoðunar á gjaldskrárstefnu, niðurskurði útgjalda og mikil samdráttar í fjárfestingum. Eignir í efnahagssamstæðunnar auka samkvæmt áætlun 5% milli 2015 og 2019 en skuldir draga saman 12% þannig að eigin fjáraukning nemur 27% á tímabilinu. Á bak við þetta svo staðreynd að Orkuveita Reykjavíkur komin í fjárfestingaflokk á mælikvarða Moody's undir lok tímabilsins. Þessi bati kemur sterklega fram í sjóðstreymi samstæðunnar og lýsir sig meðal annars í mikil aukningu handbærs fjár. Geta samstæðu til að fjármagna afborgun í langtímalána með sjóðstreymi og rekstri mjög góð árin 2015 til 2019. Rekstrarniðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar á breytilegu verðlagi jákvæð fyrir allt tímabil 5 ára áætlunar. Á árinu 2015 hún áætluð 437 milljónir króna
og 2,9 milljarðar árið 2019. Þetta felur í sér aukningu eiginfjár A-hluta 10% á tímabilinu 2015 til 2019 enda þótt þetta veiti lítið svigrúm gagnvart óvæntum áföllum eða kröfum aukna þjónustu. Borgarstjórn þarf því áfram að standa vaktina. Skuldir og skuldbindingar aukast á tímabilinu 2% en miðað við að tekin verði upp 60–70% eiginfjármögnun fjárfestinga á þessu tímabili og 100% eiginfjármögnun eftir árið 2019 vegna sterkara sjóðstreymis. Vert að veita því athygli að reikna má með umtalsverðum vexti lífeyrisskuldbindingar sem fari hækkandi í takt við hækkandi laun. Stóra myndin sú að eiginfjárhlutfall styrkist við hóflegan vöxt heildarskulda til 2019 með sérstökum sviðsmyndum með dregin upp mynd af afkomu og fjárhagsstöðu við annars vegar hagfelldskilyrði og hins vegar lakareitri skilyrði með tilliti til verðlags, launa og gengisþróunar og þróunar vinnumagns hjá Reykvíkingum. Báðar sviðsmyndir byggja á raunhæfu orsakasamhengi og sýna möguleg áhrif á fjárhagslega þróun borgarinnar. Í aðalatriðum draga sviðsmyndina fram vikmörkin þróun á helstu lykilstærðum afkomu, efnahags- og sjóðstreymis í frumvarpi á breytilegu verðlagi. Sviðsmyndirnar fyrir samstæðuna sýna að vikmörkin rekstrarafkomu og efnahag breyta ekki meginniðurstöðum þá jákvæðu þróun þeirra stærða sem ég hef áður lýst. Hins vegar draga sviðsmyndirnar jafnframt fram að A-hlutin mun viðkvæmari fyrir breyttum forsendum og í lakari sviðsmyndinni verður þrálátur halli sem myndi kalla á viðeigandi aðgerðir. Sviðsmyndirnar eins og næmnigreiningar og áhættugreiningar í greinargerðinni eru til þess fallnar að vekja tímanlega athygli á breyttum skilyrðum í framtíðinni og eftir atvikum kalla á breytta fjármálastjórn. Í nokkrum orðum þá sú 5 ára framtíðarsýn sem birtist í áætluninni sterk, hún ábyrg, hún varfærin, en þar sjáum við Orkuveituna rísa úr þeim öldudal sem fyrirtæki hefur verið í. Við erum með skuldlitlar faxaflóahafnir sem eru tilbúnar að takast á við hvaða verkefni sem að framtíðin byrji skauti sér. Við erum með endurvinnslu fyrirtækið Sorpu í miklum fjárfestingahug við gerð jarð- og gasgerastöðvar. Við erum með Strætó í miklum vexti til að fylgja eftir auknum farþegafjölda í almenningssamgöngum. Við erum líka með stór viðfangsefni þegar kemur að fjárhagsaðstoð og þjónustu við fatlað fólk, kjarasamninga og sérkennslu í skólum. Við horfum fram á spennandi þróun í hverfamálum, lýðræðismálum og hverfaskipulagi. Við þurfum að ná utan framtíðarsýn fjárfestingu í mannvirkjum í íþróttamálum. Við glímum við sóknarfæri en líka vaxtarverki sem leið af öflugum vexti og þróun í ferðaþjónustu og uppbyggingu hótela. En í öllu þessu þá held ég að við hljótum að horfa til aukin samstarfs á höfuðborgarsvæðinu gegnum nýtt svæðisskipulag og nánari samvinnu til þess að stýra borginni og höfuðborgarsvæðinu betur sem einni heild. En forseti og kæru borgarfulltrúar, hér lögð fram fyrsta fjárhagsáætlun nýs meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, VG og Pírata. Eins og áður segir einkennist hún af varfærni og ábyrgum rekstri og í henni má finna þær áherslur sem meirihlutinn kynnti byrjun sumars. Gjöld á barnafjölskyldur lækka, frístundakortið hækkar, stofnaði nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð, ráðin erindreki gagnsæis og samráð, lögðu rík áhersla á læsi, verk og listgreinar í skólum og uppbyggingaráform. Stærstu breytingarnar milli ára eru vegna kjarasamninga og kjarabóta. Skatthlutföllin eru óbreytt en þó nokkrar gjaldskrár taka verðlags- eða kostnaðarhækkunum. Gjaldskrá leikskóla munu hins vegar lækka og teknir verið upp systkinaafslætti þvert á skólastig sem vinnur gegn verðlagsáhrifum annarra hækkana og kjör barnafjölskyldna munu þess vegna batna. Fjárhagsáætlunin endurspeglar ágætan rekstur og viðunandi afkomu. Í stóru myndinni skiptir það mestu að björgunaráætlun Orkuveitunnar planið hefur gengið eftir, en myndalegur afgangur myndast því til að greiða niður og lækka skuldir þegar fram líður á 5 ára áætlun. Þegar horft fram í tímann inn í hana sjá þess skýr merki að Reykjavík dregur þessar mundir vagnin í hagvexti á Íslandi, í fjárfestingu og í uppbyggingu. Íbúðaruppbygging að aukast, hótel að rísa og bygging atvinnuhúsnæðis að taka við sér.
Miklu skiptir að standa vel að þessu, svara mikilli eftirspurn á húsnæðismarkaði, ekki síst þegar kemur að leigumarkaðnum. Og ég vona að segja megi að fjárhagsáætlun og starf borgarstjórnar stuðli öll að þeirri framtíðarsýn sem birtist í samstarfsyfirlýsingu nýs meirihluta. Með leyfi forseta, við viljum friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum. Við styðjum við kvenfrelsi og baráttu ólíkra hópa fyrir jafnri stöðu á þeirra eigin forsendum. Við hlúum að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best. Virðing fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni verður höfð að leiðarljósi. Tilvitnun lýkur. Ég hef nú mælt fyrir frumvarpi af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2015 og frumvarpi af 5 ára áætlun 2015 til 2019 og legg til að þeim verði vísað til annarrar umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 2. desember næstkomandi. Ég hef jafnframt mælt fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars, álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu, viðmiðunartekjur elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttur af fasteignasköttum og fráveitugjöldum og tillögum lántöku vegna framkvæmda árið 2015 og legg til að þær verði afgreiddar en að tillögunum gjaldskrám verði vísað til annarrar umræðu og afgreiddar á undan öðrum tillögum sem liggja fyrir þeim fundi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka borgarstjóra fyrir yfirferðina yfir fjárhagsáætlun borgarinnar hér við fyrri umræðu og greinargóðar útskýringar. Mig langar til að byrja á því að taka undir það sem borgarstjóri sagði að það ánægjulegt að Reykjavíkurborg hafi hlotið náttúru- og umhverfisverndarverðlaun Norðurlandaráðs. Og þegar maður horfir á umsögnunum hvers vegna borgin fær þetta, þá finnst manni að þarna séum við að fá viðurkenningu fyrir verk kynslóðanna og þá miklu framsýni sem að hefur verið hér í Reykjavík, bæði varðandi vatnsveitu, hitaveitu og fleiri slíka þætti. Þannig að mér finnst verk kynslóðanna lýsa þessu ákaflega vel. Nú svo langar mig að þakka forseta fyrir það að fá að nota skjávarpa. Ég hafði reyndar ekki hugmyndaflug til þess að vita það, að gera mig grein fyrir því að það væri ekki venja á borgarstjórnarfundum og þyrfti að leggjast fyrir forsætisnefnd. En væntanlega hefur forseti sleppt mig með það vegna þess að var engin forsætisnefndarfundur síðasta föstudag. Þannig að takk fyrir það. Ég mun ekki ofnota glærurnar, þær verða fáar og ég ætla svona að nota þér til þess að styðja aðeins við það sem ég segi. Þannig að forseti, kæra þakkir fyrir að fá að nota skjávarpan. Ég skil það þannig, forseti, að við tökum til umfjöllunar fyrsta og annan lið saman hér, ekki rétt. Nú, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá erum við búin að fá til umfjöllunar fyrstu fjárhagsáætlun þess meirihluta sem tók við eftir kosningar í vor. Meirihluta sem samanstendur af 4 flokkum í stað 2 kjörtímabila á undan, en samt finnst manni að mörgu leyti sami meirihlutin. Það áfram vinstri stefna í rekstri og fjármálum borgarinnar, eins og málefnasamningur flokkana kveður í rauninni svo skýrt á og með leyfi forseta vil ég fá vitni í hann. En það segir, á kjörtímabilinu verður meginreglan sú að borgin sér rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Tilvitnun lýkur. Þetta orðalag útilokar ekki endilega möguleika þess að einkarekstur verði nýttur, en orðið meginregla samt býsna sterkt orð og segir manni að kostir þess að útvista verkefnum og auka á samkeppni í þessum málaflokkum verði ekki nýttir. Þannig má álykta að aðferðafræði sú sem kennd við vinstri stefnu verði ekki einungis áfram nýtt við stjórn Reykjavíkurborgar, heldur verði skerpt á henni og gengi lengra en á síðasta kjörtímabili í anda þeirrar
aðferða og hugmyndafræði. Það oft sagt að lítill munur sé á stefnu stjórnmálaafla í rekstri sveitarfélaga. Hægri og vinstri séu úrelt hugtök, segja sumir. Hugtök sem eigi sérstaklega illa við á sveitarstjórnarstiginu. En hver sem hugtakanotkun þá munur á nálgun núverandi meirihluta, vinstri meirihluta og þeirra aðferða sem við sjálfstæðisfólk í borgarstjórn viljum nýta í þágu borgarbúa. Hvað útgjaldahlið rekstrar borgarinnar varðar, þá viljum við ganga lengra í því að nýta kosti útboða á verkefnum, auka samkeppni og valfrelsi íbúanna og láta fé fylgja þörf í auknum mæli þar sem neytandi þjónustunnar velur sér þann sem veitir þjónustuna. Þannig eru allir íbúar jafn réttháir og geta valið sér þjónustu sem að borgin greiðir fyrir hjá þeim sem veitir bestu þjónustuna að mati viðkomandi. Þetta í alvörunni gert með góðum árangri á hinum Norðurlöndunum, enda mikil áhersla á að bregðast við breyttum lýðfræðilegum aðstæðum sem þar hafa skapast og munu halda áfram að skapa aukinn kostnað hins opinbera nema að hlutirnir séu hugsaðir upp á nýtt. Og við stöndum frammi fyrir þessum sömu áskorunum vegna þess að hið opinbera kerfi að stækka en ekki minnka. Það þarf miklu meðvitari og markvissari forgangsröðun verkefna við þær aðstæður. Og hlutföllin á milli þeirra sem í atvinnulífinu og greiða til rekstrar hins opinbera og þeirra sem hafa verið í atvinnulífinu og áunnið sér allan rétt til góðra þjónustu eru að breytast eins og við þekkjum öll. Breytingin sú að þörf fyrir þjónustu að aukast, einstaklingum sem þurfa á þjónustu að fjölga, en þeim sem út í atvinnulífinu fækkar hlutfallslega á móti. Mig langar, forseti, góðir borgarfulltrúar, að vitna í merka úttekt alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins McKinsey. Ég hef vitnað í hana áður og ég mun vitna í hana oftar. Ég mun ekki þreytast á því. En fyrirtæki tók út stöðuna á Íslandi eins og hún var árið 2012 og hverju framtíða möguleika landsins eru til að auka lífsgæði og hagsæld á Íslandi. Svo alvarlega tók síðasta ríkisstjórn, sem var vinstri stjórn, og núverandi ríkisstjórn, þessa úttekt að skipað var samráðsvettvangur atvinnulífsins og opinbera aðila aukna hagsæld á Íslandi, undir stjórn Rögnu Árnadóttur. Vettvangurinn reyndar ekki kallaður Rögnunefnd enda eins slík til staðar, heldur samráðsvettvangur aukna hagsæld á Íslandi. Þetta þverpólitískur og þverfaglegur vettvangur sem ætlað að stuðla heildstæðri og málefnalegri umræðu leiðir til að tryggja hagsæld Íslendinga til lengri tíma litið, leggja til leiðir til að bæta lífskjör. Og í vettvangnum sitja formenn allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi, helstu hagsmunasamtök launþega og atvinnurekenda, fulltrúar háskólasamfélagsins, sveitarfélaga og stjórnendum fyrirtækja og ýmsum atvinnugreinum. Við erum nefnilega í þeirri stöðu að hafa verið meðal 20 ríkustu landa í heimi, en við höfum fæst neðar á þeim lista undanfarin ár. Samkeppnislönd okkar hafa náð betri árangri, gert meiri langtíma áætlanir í efnahagsmálum við og geta þar að leiðandi boðið íbúum sínum betri lífskjör. Af hverju ég að tala þetta hérna við fyrri umræðu fjárhagsáætlana Reykjavíkurborgar? Jú, vegna þess að það skiptir máli eftir hvaða stefnu við vinnum. Ekki síst hjá borginni sem að gnæfir yfir önnur sveitarfélög á Íslandi og á að hafa það hlutverk að vera leiðandi á sveitarstjórnarstiginu og taka það alvarlega að vera stór hluti hins opinbera á Íslandi. Þetta stóra myndin og þess vegna svo mikilvægt að ræða hana í tengslum við fjárhagsáætlun sem mikilvægasta stefnumótunin hverju sinni því hún segir til hver eru mörk þess sem við getum gert og þess sem okkur langar að gera og höfum jafnvel móta stefnu í ákveðnum málaflokkum. En fjárhagsáætlunin og framkvæmd hennar markar hvað við getum leyft okkur að gera. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í reikningsskilum sveitarfélaga skal skipta starfsemi þeirra með eftirfarandi hætti. A-hluti sem að samkvæmt lögum merkir aðalsjóð sveitarfélags, auk annarra sjóða og stofnana sem að sinna starfsemi
sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð af skatttekjum. Og aðalsjóður borgarinnar aðhluti borgarinnar, ætla ég að segja, aðalsjóður, bílastæðasjóður og eignasjóður. Í B-hluta eru stofnanir, sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem eru að hálfu eða meirihluti í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Það skiptir máli, finnst mér, að bara rifja þetta upp að því að aðalsjóður, hann á að fjármagna helstu verkefni borgarinnar, skóla, leikskóla og allt þetta sem fellur undir aðhluta annað en eignasjóð og bílastæðasjóð. Og þróun á rekstri aðalsjóðs borgarinnar, þróun á rekstri aðhluta, borgarsjóði sem kallaða var, gefur tilefni til að hafa áhyggjur af framtíða möguleikum Reykjavíkurborgar til að veita þá þjónustu sem íbúarnir þurfa í dag og fram í tíman. Ég mun fara nánar í rekstur aðalsjóðs á eftir. En eins og þið þekkið, þá eru 70% af útgjöldum borgarinnar í velferð og skólamál. Velferðarþjónustan í Reykjavík, hún stendur á tímamótum. Og það er mikilvægt að hefja óumflýjanlegt breytingaferli og byggja á tilraunaverkefnum, tæknilausnum og rannsóknum. Fjárhagsrammi velferðarsviðs hefur ekki svigrúm til slíkra fjárfestinga á næsta ári eins og fjárhagsáætlun lítur út. En okkur nauðsyn að fjárfesta í verkefnum sem geta skilað okkur þekkingu og getu til að fást við velferðarþjónustuna til lengri tíma í Reykjavík. Þetta var sérstök umræða í borgarstjórn fyrir ekki svo löngu síðan að frumkvæði okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það ekkert sýnilegt í stefnumótun og áætlunum borgarinnar að þarna munum við sjá breytingar í samræmi við þá stefnu sem ég lýsti áðan frekari útboð, meira samstarf við einkamarkaðinn með hagsmuni íbúanna að leiðarljósi, þar sem þeir fái betri þjónustu fyrir minna fjármagn. Þessi skortur á slíkri stefnu þýðir að Reykjavíkurborg muni sitja eftir þegar aðrar borgir halda áfram að bæta sig. Svo aftur sé vitnað í samráðsvettvangum aukna hagsæld á Íslandi, þá umræðan þar í samræmi við úttekt McKinsey að einn af mikilvægum lyklum til að auka hagsæld og bæta lífsskilyrði hins almenna Íslendings þurfa að færa störf frá hinu opinbera, ríki og sveitarfélögum, yfir í atvinnulífið, í nýsköpun og verðmætasköpun. Það verið að tala að allt að 13.000 manns þurfa að færast þarna á milli og að hið opinbera þurfi að fjárfesta í breytingum, skoða og aðlaga nýjar leiðir svo við drögumst ekki áfram aftur úr. Þetta segir þessi þverfaglegi, þverpólitíski vettvangur sem byggir á skýrslu McKinsey. Og hvað erum við að gera í þessu? Ekkert, enn sem komið að minnsta kosti, og það hillir ekki undir slíkt hjá meirihluta borgarstjórnar sem hefur ákveðið að meginreglan eigi að vera sú á kjörtímabilinu eigi borgin að sjá sjálf allan rekstur í velferð og skólamálum. Langsamlega stærstu málaflokkunum sem fyrirfram verið að ákveða að eigi ekki að þróast á kjörtímabilinu. Óskaði svarum það milli umræðanna hvað meirihlutin hyggst gera til að takast á þessa þróun. Eru hugmyndir nýsköpun í þessum málaflokkum í vinnslu? Ef svo af hverju koma þær ekki fram í þessari fjárhagsáætlun? Svarið liggur ef til vill að hluta að minnsta kosti í málefnasamningi meirihlutans sem ég vitnaði í áðan og vegna þess að þar ekki stafkrókur fjárhag eða rekstur Reykjavíkurborgar. Ég boða það að forseti við munum leggja fram fyrirspurnir og bókun væntanlega í lok fundarins ef það verður í lagi. En forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held áfram. Mikil vinna liggur á bakvið þessa fjárhagsáætlun í ráðum og nefndum og starfsfólk borgarinnar hefur lagt sig fram að vanda til verka. Mér finnst ástæða til að þakka öllu þessu góða fólki fyrir þeirra framlag í þessu mikilvæga verkefni. Við borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ásamt öðrum í borgarráði fengum kynningar frá öllum sviðum og fyrirtækjum síðastliðinn fimmtudag og föstudag. Þó tíminn til kynninga væri af skornum skammti, leystu kjörnir fulltrúar, formenn ráða og svo framvegis og stjórna og embættismenn það vel af hendi
og skildu eftir mikið magn upplýsinga starfsáætlanir og tölulegar forsendur. Þá hefur verið gott að leita til fjármálastjóra og fjármálaskrifstofu með fyrirspurnir. Það á að minnsta kosti við okkur sem sitjum í minnihluta borgarstjórnar að aðkoma okkar að gerð fjárhagsáætlunar ákaflega takmörkuð. Jú, vissulega er unnið með gögn í nefndum, ráðum og fyrirtækjum borgarinnar, en heildarsýnin á fjárhagsáætlun fæst ekki fyrir örfáum dögum fyrir umræðu í borgarstjórn. Frumvarpaða fjárhagsáætlun er lagt fram í borgarráði rétt fyrir klukkan 12 síðasta föstudag eftir að kynningar allra sviða og fyrirtækja hefur farið fram. Fyrir utan að tíminn til að kynna sér þessi gögn þarf að vera rýmri, þá er að mínu mati eðlilegra að fjármálastjóri og hans fólk hafi góðan tíma með borgarráði til að fara yfir tölulega forsendur fjárhagsáætlunar áður en kynningar á starfsáætlunum sviða og fyrirtæki fer fram. Það er betra að vita heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar og skiptingu á svið og fyrirtæki áður en farið er yfir starfsáætlanir og nákvæmari greiningar einstakra sviða. Það er jafnframt mitt mat að í lok kynninga þurfi fjármálastjóri að nýju að fara yfir frumvarpið með borgarráði. Þetta tekur eitthvað lengri tíma en það gerði núna, en þar munar ekki miklu. Þetta er hins vegar algjörlega nauðsynlegt að mínu mati, sérstaklega fyrir okkur sem erum bara að fá þessar upplýsingar allar á 2 dögum og það tekur bara lengri tíma að melta þær og kynna sér það heldur en svo er. Ég veit að við höfum svo tíman á milli umræðina, en sama er, ég myndi vilja sjá þetta vinnulag og óska upplýsingum hvort meirihlutinn taki undir mikilvægi þess að gera breytingar á þessum vinnubrögðum við framlagningu og kynningu fjárhagsáætlunar. Þetta verður í skriflegum fyrirspurnum. Ég mun fara nokkrum orðum reksturinn í heild og tæpa á nokkrum atriðum sem eru mikilvæg fyrir reksturinn og þróun hans næstu árin. Yfirlit yfir málaflokka sem og 5 ára áætlun verður meira farið við síðari umræðu fjárhagsáætlunar sem mun eiga að vera 2. desember næstkomandi og þá verður líka farið yfir gjaldskrár, en ég mun einnig ræða hér við fyrri umræðu aðeins skatta og gjaldskrár. Þegar útkomuspá og áætlun fyrir samstæðuna, A-hluta eða borgarsjóð og B-hluta, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar er skoðuð, má sjá að fyrirtæki borgarinnar eru að rétt úr kútnum. Þar vegur þyngst bætt staða Orkuveitunar sem er að grynnka á óhóflegum skuldum og bæta reksturinn. En það verður það að gerast. Reykjavíkurborg er með skuldsettari sveitarfélögum landsins, en skuldahlutfall samstæðunnar er 195% þegar hámarkshlutfallið samkvæmt sveitarstjórnarlögum er 150%. Og það er auðvitað markmið að ná þessu hlutfalli niður. Ég kem að því hér á eftir. En rekstur aðalsjóðs veldur verulegum áhyggjum. Hann er undir A-hluta eða borgarsjóði ásamt eignasjóði og bílastæðasjóði sem hvorum sig hefur sína ákveðnu tekjustofna til að fjármagna sín verkefni. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir rúmlega 5 milljarða tapi á aðalsjóði, en 10 milljarða tapi fyrir fjármagnsliði sem eru jákvæðir því að eignasjóður skuldar aðalsjóði og greiðir bæði afborganir og vexti þangað. Aðalsjóður er fjármagnaður með skatttekjum og sértekjum málaflokka en stendur auðsjáanlega ekki undir rekstrinum. Þetta má sjá í greinargerð með fjárhagsáætlun á blaðsíðu 29 þar sem súluritið sýnir að sjóðurinn er sífellt verr fjármagnaður af skatttekjum. Þá segir kannski einhver, þetta sé í lagi. Því borgarsjóður í heild sinni A-hluti sé réttu megin við núllið. En það er ekki svona einfalt. Því eignasjóður, sem er einn sjóðana innan A-hlutans, hann næri ekki að sinna því verkefni sínu að halda við fasteignum borgarinnar, skólum, leikskólum og svo framvegis, þegar hann er komin í þá stöðu að þurfa að halda aðalsjóð uppi fjárhagslega langt umfram umsamdar greiðslur á skuld þar á milli. Hver verður niðurstaðan? Hún er vanrækt viðhald á eignum borgarinnar eins og við þekkjum, því eignasjóður er orðinn tekjulind fyrir aðalsjóðin. Hugtakið veltufé frá rekstri, nú kemur fyrsta glæran, er kennitala sem lýsir fjármunamyndun á rekstratímabilinu. Þetta er mikilvæg tala sem segir til getuna til að greiða afborganir lána og fjárfestingar. Og veltufé A-hluta borgarsjóðs
frá rekstri lækkar sem hlutfall af tekjum ár frá ári og það er mjög alvarlegt. Árið 2010 er þetta hlutfall, það er nú eitthvað hærra þarna sömu árin og undan, en árið 2010 er þetta hlutfall 10,1%. En það stefnir í að verða 6,8% árið 2015. Í samanburði á Glæru, sem Gunnlaugur Júlíusson, hagfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga, sýndi á nýliðinni fjármálaráðstefnu, má sjá að þó að hlutfallið sé einna stöðugast í gegnum árin hjá borginni, er þetta engu að síður lægsta veltufjár frá rekstri árið 2013 í samanburði við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, í samanburði við svokölluð vaxtarsvæði út um landið sem eru Mið-Austurland, Akureyri og slík svæði og líka í samanburði við sveitarfélögin utan vaxtarsvæða. Þetta er kennitala sem við þurfum að einbeita okkur að. Þetta segir okkur að borgin þarf að taka A-hlutann algjörlega í gegn. Reksturinn er ekki í lagi þar þrátt fyrir að útsvarið sé í toppi en 14,52% útsvar er hámarki samkvæmt lögum. 16 sveitarfélög af 74 nýta sér ekki þetta hámark. 16 sveitarfélög af 74 nýta sér ekki hámarksútsvar. Fyrirfram myndi maður ætla að langstærsta sveitarfélag á Íslandi, Reykjavíkurborg, væri í hópi þeirra, en svo er því miður ekki. Og ef ekki verður tekið á rekstri aðalsjóðs, er því miður ekki útlit fyrir að við sjáum útsvarslækkun á næstunni. Með vísan í það sem ég hef fyrr sagt stefnu meirihlutans, ætti það svo sem ekki að koma á óvart að við sjáum ekki útsvarslækkun, en það hlýtur að vera stefna allra, engu að síður, að hafa sem bestan rekstur borgarinnar hvað sem ágreiningum annað líður eins og það hvort að útsvarið eigi verið toppi eða ekki. Þegar við tölum versnandi rekstur A-hlutans borgarsjóðs, þá verðum við að skoða hvernig þróun er á skuldum. Glæran sem er núna, sem er næst síðasta glæra, er í rauninni bara af blaðsíðu 29 í greinargerðinni. Þetta er bara úr greinargerðinni með fjárhagsáætlun. Þetta sýnir rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs, 5 milljarða tap á árinu 2015 er áætlun. En skoðum þróun á skuldunum. Árið 2010 eru skuldir A-hluta, og þá er ég að tala alla sjóðina, reyndar er þá bílastæðasjóður ekki komin inn, en skuldirnar eru 47,8 milljarðar og það er reiknað með því í fjárhagsáætlun að það verði 65,3 árið 2015. Þetta er 36% hækkun skulda þegar að vísitala sem mælir verðbólgu hækkar mun minna, til dæmis hækkar neysluvísitalan 17,5% á sama tímabili, ef áætlunum þessi 3,4% sem er notað sem viðmiðun í fjárhagsáætlun er rétt. Nú er ég búinn að nefna allt og margar tölur án þess að hafa þær á Glæru fyrir framan okkur, en ég ætla nú samt að reyna aðeins á ykkur ágætu borgarfulltrúar áfram. Við erum að tala hér þegar ég tala þessar skuldir sem eru komnar í 65,3 milljarða í A-hluta 2015, þá erum við að tala brúttótölur. Í fyrra voru teknar hreinar skuldir borgarsjóðs á kjörtímabilinu 2010 til 2014 saman og það var hækkun 115%. Þannig að reksturinn var slæmur á borgarsjóði á síðasta kjörtímabili hjá nokkurn veginn sama meirihluta og er núna, eins og þróun veltufjár frá rekstri sýnir og staðan heldur áfram að versna. Síðasta glæra sem ég er með, sem er nú kannski ekki mjög gott að lesa af, en hún sýnir einmitt hvar sveitarfélög lenda á grafinu, en á síðu Sambands íslenskra sveitarfélaga er þetta Excel-skjal mjög aðgengilegt og hver og einn getur tekið það og leikið sér með það. Maður velur sjálfur viðmiðanir. Reykjavík er þarna í A-hluta með erfiðan rekstur en lágar skuldir. Meðaltal fyrir landið allt sýnir meira segja betri útkomu A-hluta. Þannig að þessi glæra staðfestir líka það sem ég hef sagt hér áður A-hlutan. Rekstur hans þarf að bæta, annars stefnir í óefni. Og nú glæruleikfimi lokið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Nokkra mikilvæga framkvæmdir stendur til að fara í á árinu 2015.
Í því þarf að forgangsraða þessi leik- og grunnskóli í Úlfarsárdal og fleiri skólar hljóta að vera með allra mikilvægastu framkvæmdum. Á þess að fara í upptalningu hér vil ég þó vekja athygli á því að hluti stórra framkvæmda fellur ekki undir lögbundin verkefni borgarinnar á sama tíma og viðbygging og viðhald bygginga sem að fellur undir fjárfestingar af því að viðhald hefur verið vanrækt svo lengi ekki eða virðist ekki vera á dagskrá. Breiðholtsskóli liggur undir skemmdum svo dæmi sé tekið og ætti að vera framar í forgangsröðun en ólögbundin verkefni þó þau séu án efa mikilvæg líka. Félagslega leiguíbúðir eru varla á dagskrá en borgarstjóri útskýrði það hér áðan, hafi gert það í borgarráði líka að meirihlutin muni gera breytingar á þessu milli umræðna og setja inn 500 íbúðir á kjörtímabilinu eins og ég skildi það. En það líka kosningalofur fyrir því að það verði byggðar 2500 til 3000 leiguíbúðir á kjörtímabilinu eða kjörtímabilinu til næstu 5 árum. Þannig að það hlutverk okkar ágætu borgarfulltrúar að fylgjast með þessu, hvernig verður staðið við þetta kosningalofur og mun þetta nást. Það allan að ljóst að það vantar félagslega leiguíbúðir, það langur biðlisti og það þarf að takast á við það. En ég vil minna á þetta að hluti framkvæmda sem á að fara í fellur ekki undir lögbundin verkefni á sama tíma og það vantar að okkar mati hjá Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn meiri áherslu á þau lögbundnu verkefni sem að bíða. Tillaga meirihlutans að halda útsvarinu óbreyttu. Það að 14,52% hámarkið verði áfram nýtt í Reykjavík. Með versnandi rekstrarstöðu borgarsjóðs í huga eins og það sé eina hugsun meirihlutans til að takast á við vandann að halda sköttum í hámarki. En þó útsvarinu verði áfram haldið í hámarkinu þarf fyrst og fremst að takast á við rekstrarhliðina hjá borgarsjóði. Lækkun útsvars, bættur rekstur með nýjum aðferðum, nýrri hugsun í samræmi við það sem ég hef áður talað og mun ræða frekar hér á eftir, leið sem að borgarbúa eiga skilið að verði farin. Hvað gjaldskráa varðar þá sjáum við víðast 3,4% hækkun sem viðmið vegna þróunar verðbólgu. En það 2% verðbólga í dag, þannig að borgin í raun að spenna upp verðbólguna með þessu viðmiði. Samráðshópur stjórnvalda þessi mál hefur mælst til þess að dregið verður verðbólguhvetjandi áhrifum. Samningum með verðtryggingu verði fækkað, boðið verður upp á fleiri valkosti í óverðtryggðum lánum og almennt verði dregið úr vísitölu viðmiðum því þau fóðra oft verðbólguna og virka því gegn markmiðum miðum stöðugt verðlag með litlum hækkunum hverju sinni. En við sjáum líka meiri hækkanir heldur en þessi 3,4% í vissum tilfellum í tillögum að gjaldskrá. Til dæmis mun gjaldskrá heilbrigðiseftirlits hækka 16,8% og útfærsla á boðaðri lækkun leikskólagjalda í samræmi við málefnasamning meirihlutans mun væntanlega liggja fyrir við síðari umræðu. Ef við gefum okkur að 100 milljón króna lækkun sem nefnd í málefnasamningnum á leikskólagjöldin séum 4% lækkun, að 100 milljónir séum 4% lækkun á leikskólagjöldin, þá munu leikskólagjöldin fyrst hækka boðaða 3,4% verðbólguþróun og lækka svo 4%. Og ég fullyrði að foreldrar munu ekki finna mun á leikskólagjöldunum við þá breytingu. En við förum frekar yfir þessi mál við síðari umræðu fjárhagsáætlunar. Aukinn kostnaður við rekstur, útsvari áfram í botni, gjaldskrárhækkanir sem hugsanlega fóðra verðbólguna og vondur rekstur borgarsjóðs hefur vitanlega áhrif á fjölskyldurnar í borginni. Íbúarnir borgarbúar greiða fyrir þetta allt saman. Það þarf að minna á að skattgreiðendur hafa oft engan málsvara því sífellt kallað eftir aukinni þjónustu og fleiri framkvæmdum. Við þurfum oftar að tala hver borgar og hvers vegna einhver á að borga. Það á ekki vera tabú frekar en allt annað í svona umræðu. Þau auknu útgjöld sem að barnafjölskylda, hjón með 2 börn þarf að standa undir vegna hækkunar á sköttum og gjöldum, taka þetta í. Ef við erum hérna með viðmiðun með 2 börn, annað í leikskóla og hitt í grunnskóla, bæði hjón vinna úti og laun þeirra eru meðallaun samkvæmt viðmiðun Hagstofunnar,
Þessi hjón eiga og reka íbúð. Kostnaður þessara fjölskyldu er 2,2 milljónir sem hún greiðir til borgarna á ári að meðtöldu útsvari. Hjón með 2 börn. Hækkun þessa kostnaðar frá árinu 2010 er 561.000 ársgrundvelli eða 25,5% hækkun þegar neysluvísitalan hækkun 17,5% á sama tímabili ef áætlun 3,4% hækkun gengur eftir. Hún í 14. Neysluvísitalan miðjan september í hækkun frá miðjan september 2010 14,5. Fjölskyldan borgar þar að leiðandi 561.000 krónum meira til borgarna árið 2015 en árið 2010 eða nálægt 10% meira en hækkun vísitölu. Og athugið að inn í hækkun útsvars til þess að taka af allan vafa ekki 1,24% hækkun vegna málefna fatlaðs fólks en útsvarið hækkaði þá tölu en það hefur ekki áhrif á heildarskattgreiðslur einstaklinga þar sem ríkið lækkaði sinn tekjuskatt sama hlutfall. Þannig að sú hækkun ekki inn í þessum 561.000 krónum. Virðulegur forseti, í upphafi ræðu minnar talaði ég mismunandi stjórnmálastefnur, auki valfrelsi, að fé fylgi þörf, kostir útboða, einkamarkaður eða eingöngu borgarrekstur og slíkir þættir þar sem augljóslega munur á stefnu þeirri sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum framkvæma til að bæta hag borgarbúa, sú stefna annars vegar og hins vegar sú stefna sem meirihlutinn fylgir. Mér langar að ræða enn frekar hvers vegna það svo mikilvægt að við hleypum nýrri hugsun í rekstri og þjónustustefnum borgarinnar. Það þarf að auka gagnsæi og höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað flutt tillögur leiðir til að auka gagnsæi. Til dæmis að bókhaldsgögn, reikningar verði aðgengileg á netinu þannig að upplýsingar allar kostnaðargreiðslur borgarinnar verði gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á veraldarvefnum. Og við höfum lagt til að fundargögn sem lögð eru fram á fundum nefnda og ráða Reykjavíkurborgar verði einnig gerð aðgengileg á veraldarvefnum. Þetta hægt og gert reyndar víða þannig að ekki eftir neina bíða með þessi mál sem þetta ákveðið stökk fram á við í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Kostnaðarvitund ætti að aukast og aðhald borgarbúa jafnframt. Þessu tengt þá þykir okkur nauðsynlegt að gera breytingar varðandi framsetningu á mánaðarlegum uppgjörum. Í dag eru 6 mánaða og 9 mánaða uppgjör á rekstri gerð opinber en ekki þess á milli. Þessu þarf að breyta og gera uppgjör aðgengileg borgarbúum jafnóðum. Jú, tilkynna þarf slíkt ofta til kauphallar en það einfalt úrlausnarefni. Og þá þarf að brjóta slíkar upplýsingar niður á deildir þannig að ljóst sé hvernig rekstur hverjar einingar Launakostnaður Reykjavíkurborgar hefur undanfarin ár verið mun hærri en áætlanir gera ráð fyrir vegna veikinda starfsmanna. Þegar þetta var rætt á borgarstjórnarfundi að frumkvæði borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kom fram að bara á velferðarsviði líklegt að 150 milljón króna skekkja sé vegna þessa í 6 mánaða uppgjöri sviðsins. Fleiri svið glíma við sama vanda, þannig að gera má ráð fyrir að samanlögð upphæð sé mun hærri á heildina litið. Hér þarf að nálgast málið með nýsköpunarhugsun til að draga upp kostnaði og bæta stöðu starfsfólksins fyrst og fremst. Það líka ljóst að kostnaður vegna þjónustu við aldraða mun aukast í réttu hlutfalli við fjölgun þeirra. Það byggt á þeim fjölda sem nýtur hennar nú og þeim fjölda sem kemur til með að þurfa þjónustu að halda árið 2030. Á næstu 17 árum þarf þjónustan að aukast 80% frá því sem hún í dag. Hvar eru merki að meirihlutinn sé að takast á við þetta stóra verkefni? Við höfum sagt að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við viljum fjárfesta, það kostar vitanlega. Við viljum fjárfesta í velferðartækni, breyta rekstrarformi í það form sem að elur af sér mesta nýsköpun, hvetja til framfara, hvetja til fjölbreytni og í þágu þeirra sem að þurfa þjónustuna og í þágu borgarbúa allra. Fjárfesta í velferðartækni. Fjárfesting í dag skilar arði í framtíðinni. Fjárfesting í þessu skilar hagræðingu í framtíðinni og við verðum að gera þetta. Í málefnum fatlaðs fólks að þá
verðum við líka að leita nýrra leiða. Við erum auðvitað með frekar ósveigjanlegt og einsleitt rekstrarform, þannig við verðum að halda áfram að þróa þá þjónustu sem að ég tel reyndar að sé velkomin hjá sveitarfélögunum og sé velkomin hjá Reykjavíkurborg, frekar en ríki. Og nú er ég ekki bara að tala um að halda áfram að þróa þjónustuna gagnvart NPA eða notendastýrðri persónulega aðstoð, heldur almennt. Auka þar valfrelsi og efla sjálfstæði. Við trúum því borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og við vitum það að þjónusta einkaaðila er sveigjanlegri og getur skilað miklum umbótum til notenda. Ég ætla að nefna fleiri dæmi sem að tengjast þessu nýsköpun og nýjan hugsunarhátt. Í fjárhagsaðstoðinni er mikil uppsöfnun velferðarvanda þar sem að minna atvinnuleysi virðist ekki draga úr þörfinni fyrir fjárhagsaðstoð og það er svona að skapast ákveðið hættuástand. Það er reyndar í fjárhagsáætlun reiknað með því að það dragi úr þörf fyrir fjárhagsaðstoð á árinu 2015 og vonandi mun það standast. En að vissu leyti þá stafar vandinn hér af því að það er mest framboð af félagslegum úrræðum eins og húsnæði og fleiri félagslegum úrræðum langt meir en í sveitarfélögunum í kring. Og það er því eðlilegt að fjölskyldur leiti til borgarinnar sem er í neyð. En þessar byrðar þurfa að dreifast meira á milli sveitarfélaga en það gerir í dag. Og svo hefur líka áhrif að borgin er með hæstu grunngreiðslu fjárhagsaðstoðar sem hefur auðvitað áhrif á það hvar fólk leitar eftir þessari neyðaraðstoð sem fjárhagsaðstoðin er. Við viljum að réttindum fylgi skyldur og teljum eðlilegt að þeir sem að þurfa fjárhagsaðstoð vegna atvinnuleysis sinni ákveðnum verkefnum í stað þess að bíða afskiptir. Og við viljum sjá miklu meiri og ríkari áherslu á að koma fólki til sjálfshjálpar. Þannig að áherslur okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru á nýsköpun í borgarrekstrinum. Við verðum að gæta þess að leyfa ekki umhverfið sem að hindrar nýsköpun að festa sér rætur. Og við höfum ekki séð í þessum áætlunum að vilji sér til þess að hvetja til nýsköpunar en einu viti og ekki er hægt að sjá að það eigi að verða einhverja breytingar á því. Og með tilvísun til þess sem ég hef sagt hér áður með mismunandi stefnur í stjórnmálum, þá er það kannski afleiðingin af því. Við eigum að gera gangskör að því að breyta umhverfi starfsfólksins okkar í umhverfi sem að fæðir af sér nýsköpun. Ekki umhverfi sem að hamlar eða hefur neikvæð áhrif á hana. Og drifkraftur nýsköpunar er frekar hjá einkaaðilum heldur en hinu opinbera. Það er bara staðreynd. En eins og ég kom inn á áðan, á nýsköpun að geta átt sér stað í opinberri rekstri, en þá þarf að fjárfesta í breytingum. Því að sú fjárfesting skilar arði til lengri tíma litið og við höfum ekkert val. Við verðum að gera þetta. Reksturinn og framtíðarhorfur varðandi hann og þjónustu þurf æpa á okkur og við eigum að hlusta, greina og framkvæma. Forseti og góðir borgarfulltrúar, ég hef nú farið yfir nokkuð mikilvæg mál í þessari fjárhagsáætlun. Mismun á pólitískri stefnu og mikilvægi þess að nýta kosti einkamarkaðarins í blandu við borgarreksturinn til að þróast áfram og hafa nýsköpun í forgrunni. Þversögnin sem við stöndum öll frammi fyrir er að við þurfum að minnka hið opinbera kerfi en þjónustuþörfin eykst. Rekstur aðalsjóðs er vondur þar sem tapið er 5 milljarðar og taka þarf á málum þar. Veltu fyrir rekstri sem hlutfall af tekjum er komin niður í 6,8% en var rúm 10% árið 2010. Fjármagn til greiðslu skulda og fjárfestinga verður sífellt lægra hlutfall af tekjum og staðan versnar ár frá ári að þessu leyti. Það talaði ég að breyta þurfi vinnubrögðum við framlagningu fjárhagsáætlunar. Gefa þurfi meiri tíma og breyta röðun kynninga þannig að byrja verða á frumvarpinu sjálfu og síðan komi kynningarsviða. Ég talaði að í framkvæmdum þarf að hugsa framkvæmda forgangsröðun og horfa til lögbundinna verkefna. Ég nefndi það í þessu erindi mínu að útsvarið á að vera áfram í botni, segir meirihlutinn, og almennt viðmiðið 3,4% hækkun og gjaldskrám vegna verðlagsþróunar. Boðuð lækkun leikskólagjalda verður líklega nánast engin vegna þessara viðmiðuna við verðlag. Og það er umhugsunarvert að sífelldar tengingar við verðlagsþróun og spá slíka þróun er leið verðbólgufóður. Og
Og kostnaður reykvíska fjölskyldu er 2,2 milljónir sem hún greiðir til borgarna á ári að meðtöldu útsvari. Og hækkun þessa kostnaðar er frá árinu 2010 561.000 krónur á ársgrundvelli eða 25,5% hækkun, sem er 10% umfram hækkun neysluvísitölu. Virðulegi forseti, ég er hér með við það að ljúka máli mínu í fyrri umræðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 og ítreka þakkir mínar til starfsfólks borgarinnar sem hefur verið tilbúið að svara fyrirspurnum og skýra út fyrir manni. Við síðari umræðum munum við fara nánar yfir sviðin sem og 5 ára áætlun, en það er ljóst, að því ég mun ekki hafa mörg orð 5 ára áætlun hér, en það er ljóst að 5 ára áætlun er mjög næm fyrir ýmiss konar utanaðkomandi breytum. Það má ekki margt út að bera ef að til dæmis markmið að uppfylla skuldareglu sveitarstjórnarlaga á árinu 2018 að vera með samstæðu borgarna undir 150% skuldahlutfallinu. Ýmsar utanaðkomandi breytur geta haft áhrif á þetta og skemmt fyrir þessu mjög svo mikilvæga markmiði. Og að lokum þetta, virðulegi forseti, ég boða fyrirspurnir, skriflegar og bókun undir þessum lið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og það er rétt sem að borgarfulltrúin sagði að við erum hér að ræða saman liði 1 og 2 á dagskránni, annars vegar fjárhagsáætlunin og hins vegar 5 ára áætlun. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Áður en ég byrja á minni svona undirbúnu ræðu, þá vil ég langa mig að hæla borgarfulltrúa Halldóri Halldórssoni fyrir þá byltingakenndu aðferð að beita hér glærum sal borgarstjórnar. Það hefur ekki verið gert oft áður, það hefur verið boðið upp á það minnum einu sinni, ég held að enginn hafi nýtt sér það. Og þetta er skemmtilegt. Þetta er auðvitað allt spurningum að setja hlutina fram á auðskiljanlegan hátt og þetta er umverulega hluti af því, en kannski nýtum við okkur þetta frekar. En fyrir 4 árum það var árið 2010, þá tók ég í fyrsta skipti þátt í að koma saman fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Og það var ekkert sérstaklega létt verk á þeim tíma, fjárhagurinn var þröngur, svo ekki sem meira sagt, og fyrir sjáanlegt að þyrfti að skera mikið niður eða hagræða, spurning hvort maður kallar niðurskurð hagræðingu eða niðurskurð. Og þess var fjárhagur Orkuveitu Reykjavíkur vægast sagt bágborinn. Og það þurfti að hagræða í borgarsjóðum 5 milljarða. Það var gert með ýmsum aðgerðum, misvinsælum, en starfsmenn borgarna tóku höndum saman með þáverandi meirihluta og saman tókst okkur að koma þessu heim og saman á þess að skera þjónustu við borgarbúa og meira segja bæta í sums staðar. Nú árin á eftir hafa einkennst af mjög ábyrgri fjármálastjórn þar sem leitast hefur verið við að bæta þjónustuna og hagræða jafnframt í rekstri. Það hefur gengið vel og í dag er fjárhagur borgarinnar mjög traustur. Þó ávallt þurfi að gæta mikils aðhalds. Það er viðvarandi verkefni. Við kölluðum þetta ömmuhagfræði þá og ég held að það sé bara ágætis orð. Aðgerðir til bjargar Orkuveitu Reykjavíkur eru kapítuli út af fyrir sig og ég held að flestir sjáu að þar hefur tekist vel til. Þessar aðgerðir sem ganga alla jafna undir nafninu Planið hafa snúið rekstri og fjárhag Orkuveitu Reykjavíkur algjörlega við. Og þeir borgarfulltrúar sem stóða að samþykkt plansins ásamt starfsfólki Orkuveitunar og auðvitað borgarbúum eiga heiðurskilin fyrir áræðni úrræða gæði og umburðarlyndi. Gullkálfurinn Orkuveitan var fársjúkur en saman hefur okkur tekist að hjúkra þessum kálfi til hestaheilsu og eða svo við notum aðra samlíkingu, þá hefur okkur saman tekist að draga olíuskip af strandstað
án mikil skaða og nú siglir það hraðberi þöndum seglum, olíuskip sem gengur fyrir vindorku. Það er kannski nýsköpun í því. Fjárhagsáætlun eitt mikilvægasta tól sem að við kjörnir fulltrúar höfum til að marka stefnu borgarinnar hverju sinni og í fjárhagsáætluninni þá felst forgangsröðun. Það ekki hægt að halda því fram að felist ekki forgangsröðun í fjárhagsáætlun, það verður einungis ef engin áætlun lögð fram. Nú borgarstjóri fór í ítarlegu og löngu máli yfir helstu þætti áætlunarinnar og ég ætla ekki að rekja hann í smáatriðum, þakka honum fyrir góða yfirferð þar en mun grípa niður á einhverjum áhugaverðum stöðum. Áætlanagerðin sjálf að mínum mati alltaf að batna og sífellt verið að leitast við að bæta hana enn frekar. Framsetningin að verða myndrænni og til þess fallin að sem allra flestir geti átta sig á innihaldinu. Svona átakalítið. Þetta flókin heimur og krefst auðvitað talsverðar yfirlegu ef fólk ætlar að krefja áætlunina til mergjar en það mikilvægt að sem flestir geti átta sig á því hvernig verið að ráðstafa fjármagninu á þess að tilkomi mikill höfuðverkur af því. Meðal þess sem að byrja að gera á síðasta kjörtímabili var að birta fjárhagsáætlunina með aðstoð fyrirtækisins Datamarket sem hefur verið mikið í fréttum undanfarið. Þar fylgdum við í kjölfar annara sem höfðu nýtt sér þessa tækni og þar birtist myndræn framsetning sem auðveldar fólki að fylgjast með ráðstöfum fjármuna borgarinnar. Fjárhagsáætlun í eðli sínu svona pappakassastöf en með smá vinnu alveg hægt að koma henni frá sér á áhugaverðu formi fyrir fleiri en innvígða og það auðvitað lykilatriði sem flestir átti sig á hvernig hlutunum fyrir komið. Nú hér var talað að þessi fjárhagsáætlun var einhvers konar vinstri áætlun, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hélt því fram og ég hef nú aldrei verið neitt sérstaklega spenntur fyrir dilkadrætti en í músík þá talað til dæmis til fyrirbæri sem heitir dauðarokk og svo tugir einhverja undirstefna sem ég þekki ekki og þar fyrir ofan svo rock og ef þú hlustar á dauðarokk þá áttu ekki að hlusta á disco eða funk segir einhver en þetta auðvitað löngu úrelt pæling og ég get alveg tekið það besta úr dauðarokkinu og diskóinu og búið til eitthvað sem nýtt og kannski bara ennþá skemmtilegra og betra en það sem fyrir var. Við getum alveg eins kallað stefnu meirihlutans bara Pýþagórasarstefnu eða eitthvað. Það meikar álíka mikið sens fyrir mér. Stefna meirihlutans fyrst og fremst skynsemistefna og það skiptir mestu þegar við ákveðum hvert við stefnum. Við bjóðum út þegar að það á við rekum sjálf þegar það á við sýnum sveigjanleika, notum skynsemi, rök og faglega ráðgjöf til að komast að niðurstöðu, talandi dauðarokk. Það stefnan. Kommunismin dauður og kapitalismin tæknilega gjaldþrota og við komumst ekkert áfram ef við ætlum að festa okkur í svona skilgreiningum, það alveg ljóst. En ég tek undir þau orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar að það væri kostur að hefja yfirferð fjárhagsáætlunar í borgarráði á því að sýna heildarmyndina og borgarfulltrúan hann þarf ekki að koma með skriflega fyrirspurn þetta. Ég hef rætt þetta við borgarstjóra og fjármálastjóra og við munum breyta þessu verklagi hvað þetta varðar og þetta bara góð ábending og að sjálfsögðu tökum við allar góðar ábendingar til greina og reynum að bregðast við eins hratt og við getum þegar þær koma fram. Þetta vísu eitthvað sem mun taka ár að bregðast við en við gerum það samt. Nú, mér langar aðeins það nú verið rætt aðeins hérna fjárhagsaðstoð. Ég vil nú vekja athygli á því að það gert ráð fyrir fækkun þeirra sem að þurfa að þiggja fjárhagsaðstoð þó svo að ríkið hafi ákveðið að stytta atvinnuleysisbótarétt hálft ár og sú aðgerð nú reyndar að mínu mati arfavitlaus við núverandi aðstæður hjá ríkinu og svona pínlítið enn eitt dæmi það hvernig ríkið veltir vanda sem það treystir sig ekki til að leysa yfir á sveitarfélögin. Það gerist í auknum mæli.
En við gerum að sjálfsögðu það sem við getum til aðstoða þá sem eru í vandastaddir. Það eitt að vera atvinnulaus en annað að hafa ekki önnur úrræði en að þiggja fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Og ég held að við getum nú öll verið sammála að þeir sem það gera ekki ofhaldnir af þeirri upphæð sem að þeir fá greidda. Og ég er mjög stoltur af því að við skulum þó vera með hæstu fjárhagsaðstoðina hér. Þetta er auðvitað ekki staður sem að fjárhagsaðstoðin er neyðaraðstoð og það er okkar markmið að gera allt sem við getum til að losa fólk úr þeirri aðstöðu sem allra fyrst. Og það verið unnið markvisst að þessu undanfarin ára eins og hefur aðeins verið komið inn á hérna með góðum árangri. Við mátt í nánu og mjög góðu sambandi við Vinnumálastofnun í þessum efnum en nú reyndar ákveðið að kreppa þar að á ríkisvaldinu. En við skulum vona að það dragi ekki alvarlegan dilk á eftir sér. Við munum allavega gera okkar besta til að aðstoða þá sem á þurfa að halda og fjárhagsaðstofan er sko einhver líkti því við trampólín. Ég held að það hafi ekki verið ómerkari maður en Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins, sagði að fjárhagsaðstofa þetta verið eins og trampólín. Þú kæmir þangað og stoppaði stutta stund og skýtist upp og er hressari en áður. Það er ekki svo galin pæling. Auðvitað á fjárhagsaðstoðin við hefum auðvitað að ýta undir virkni hjá þeim sem þiggja fjárhagsaðstoð og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að þeir þurfi ekki að vera þar lengur en nauðsynlegt er og auðvitað fólk það bara að borgaryfirvöld hafa staðið sig ágætlega í þessu undanfarið og það er metnaðarfull áætlun þetta fyrir árið 2015 og ég er sannfærður að hún mun ganga eftir. Aðeins að fjárfestingum. Við höfum aðeins rætt það að fjárfestingaáætlun sé gerð og samþykkt til 2 ára í senn. Það hefur ekki komist í verk en þá að koma hlutum í slíkt ferli svona formlega þá að við séum í raun og veru byrjuð að hugsa hana þannig en ég er sannfærður að það myndi vera til mikilla bóta bæði hvað varðar að ná betra flæði í framkvæmdir og ekki síður til þess að gerlegra verða að bjóða verk út í tíma og á tíma sem eykur líkur á að fá hagstæð tilboð. Og ég vona að okkur takist að vinna fjárfestingaáætlun með þessum hætti frá og með næstu fjárhagsáætlun og ég held að við höfum öll að sammælast það. En í ítarlegri greinargerð sem fylgir frumvarpinu og full ástæða til að hæla fjármálaskrifstofu fyrir eru margvíslegar upplýsingar hvað liggur til grundvallar þessu frumvarpi. Mér langar að benda bara sérstaklega á kafla uppbyggingu í Reykjavík til 2024. En það að færast aukið líf í byggingamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu og mikil uppsveifla í byggingu íbúðarhúsnæðis á næstu árum, bæði íbúðir til kaups og leigu. Fyrirliggjandi að helstu aðilar á leigumarkaði, Félagsstofnun stúdenta, Búseti og fleiri hafa gert áætlanir fyrirsjáanlegar áætlanir yfir 600 íbúðir á næstu árum og auk þess eins og borgarstjóri kom inn á gert ráð fyrir að útfæra uppbyggingu 500 félagslegra íbúða við félagsbústaða núna milli umræðina. Það er ekki auðvitað eitthvað sem er gripið úr lausu lofti bara í gær, þar liggur til grundvallar mikil undirbúningsvinna sem byggir meðal annars á húsnæðisstefnu borgarinnar. En það kemur fram þarna í greinargerðinni að á árabilinu 2015 til 2024 má gera ráð fyrir að 8.400 íbúðir verði byggðar í Reykjavík. Og hvað varðar atvinnuhúsnæði þá er líklegt að þar verði uppbygging töluvert hægari enda heilmikið af ónýttu atvinnuhúsnæði enn til staðar. Þá er hóteluppbygging og uppbygging tengd ferðaþjónustu umtalsverð, raunar svo að mörgum þykir nóg Og eins og borgarstjóri kom inn á þá er óskandi alls samfélagsins vegna að framkvæmdir við byggingu nýs Landspítala hefjist sem fyrst. Það er í raun furðulegt að ríkisstjórnin skuli hafa skellt í bakkirinn í því máli og afleiðingarnar ófyrirsjáanlegar. En batnandi fólk er best að lifa og ég trúi því og treysti að það muni rofa til með byggingu nýs sjúkrahúss sem er auðvitað ein af grunnforsendu þess að hér verði rekið öflugt heilbrigðiskerfi.
Áætlað að fjárfestingar Borgarsjóðs í fasteignum næstu 5 árum verði 14,8 milljarðar, í samgöngumannvirkjum 11,5 og fjárfestingar í áhöldum tækjum og stofnbúnað 3,7 milljarðar. Fjárfestingar á árinu 2015 áætlað 9 milljarðar og þar ber auðvitað hæst framkvæmdir í skóla- og frístundamannvirkjum fyrir 2,6 milljarðar, 650 í íþróttamannvirkjum. Það er nú sundlaugar, stærsti hlutinn. Gatna- og umhverfisframkvæmdir eru ríflega 3 milljarðar og áhöld tæki, hugbúnaður og fleira 1100 milljónir, sérstöku átaksverkefni líka 1100 milljónir. Þetta er að stærstum hluta fjármagnað af eigin fé, eins og borgarstjórinn nefndi í ræðu sinni, og 30% tekin að láni. Umfangsmesta einstaka framkvæmd á vegum borgarinnar næstu ári er uppbygging skóla og menningar og íþróttamannvirkja í Úlfarsárdal og niðurstaða úr 3 þrepa hönnunarsamkeppni liggur fyrir nú í nóvember. Og þetta hefur tekið heldur lengri tíma en vonast var til en að fá niðurstöðu úr þessari samkeppni, en ég er nú sannfærður að hún verður farsæl fyrir þetta nýja hverfi og við munum auðvitað reyna að hraða þeim framkvæmdum eins og mögulegt er innan skynsamlegra marka að sjálfsögðu. Af öðrum framkvæmdum á næstu árum má nefna, það er nú reyndar eitt sem er að klárast núna, það er bygging frístundarýmis við Vogaskála sem er nú á plani og fullnaðar hönnun viðbyggingar við Vesturbæjarskóla sem fer svo í framkvæmd væntanlega það næsta ári, auk þess sem er verið að vinna við lagfæringu og endurgerð skólalóða og svo mætti lengi telja. Mig langar að nefna að það er umtalsvert fjármagn sett í endurnýjun tölvubúnaðar, 350 milljónir, auk 250 milljóna í hugbúnað. Endurnýjun þessar búnaðar satt á hakanum í mesta niðurskurðinum. Svo mjög raunar að það horfði til verulegra vandræða, en nú er leitast við að vinda ofan á því og það liggur metnaðarfull áætlun að baki þessu. Hjólreiðaáætlun, göng- og hjólastíga áætlun, uppsetning hjólastanda, hjólaskýla og fleira sem að gerur okkur kleift að ferðast á fjölbreyttan hátt. Það er haldið áfram þar, auk þess sem að við bætum í gönguleiðir fyrir skólabörn og aldraða í eldri hverfum og nýrri og síðan erum við auðvitað að endurnýja götulýsingar og yfirlagningu malbiks og fleira. Og aðgerðir til að auka umferðaröryggi eru auðvitað fyrirferðarmiklar í fjárfestingaráætlun eins og venjulega. En í 5 ára áætlun er gert ráð fyrir frekar háu framkvæmdastigi framan af sem að hægir aðeins á seinni hluta tímabilsins og ég held að það sé mikilvægt að við erum svona. Við drífum svolítið áfram eins og held ég þetta land og við þurfum að standa okkar plikt í því. Reykjavík er svona vaxtarbroturinn og það er góður andi í Reykjavík enda er þetta frábær borg. Einhver sagði að það væri gott að búa í Kópavogi, að það væri betra að búa í Reykjavík. Ég ætla ekki að leggja dóm á það en það er margt sem styður þá fullyrðingu. Til dæmis þegar borin er saman kostnaður við að búa á mismunandi stöðum á höfuðborgarsvæðinu á landinu og þá kemur í ljós að Reykjavík er að jafnaði hagstæðasti staðurinn fyrir fjölskyldufólk að búa á. Það mun ekki breytast á næsta ári nema síður sé. Reykjavík er friðsæl borg og það þýðir auðvitað ekki við séum sammála alla hluti, kannski langt í frá. Það er eitt af því sem að árlegar þjónustukannanir sem að gerðar eru af fyrirtækinu Capacent sína. Reykjavík hefur, held ég, alla tíð komið heldur illa út í samanburði við önnur sveitarfélög þegar að íbúar eru spurðir út í hvort þeir séu ánægðir eða óánægðir með þjónustu sveitarfélagsins. Og hvernig stendur á því? Hvernig getur það staðist að íbúar Garðabæjar eða Seltjarnarness séu ánægðir með til dæmis menningarstarf í sínum sveitarfélögum heldur en Reykvíkingar? Ég hef átt svolítið erfitt með að átta mig á þessu og ég held að ég sé ekki alveg einn um það. Ég er ekkert með þessu að kasta rýrð á það starf sem er unnið í þessum sveitarfélögum. Það er
hins vegar algjörlega augljóst að til dæmis menningarstarfsemi þar kemst hvergi nálægt því sem að gerist hérna í borginni. Starfsmenn Capacent svara þessu þannig að vegna þess hve íbúasamsetning borgarinnar er fjölbreytt, að þá komi saman miklu meiri munur á því hvernig fólki finnist hlutirnir eigi að vera. Og er það þá skýringin? Er þjónustan ekkert eins ömurleg og þjónustukannanir segja til um? Er Garðabær kannski ekkert betri í menningu en Reykjavík? Kannski er það bara málið. En svona án þess að vera með einhverja svona kerskni, sko, þá er það auðvitað helsti styrkur Reykjavíkur, það er fjölbreytnin. Og það er það sem að auðgar okkur mest. Hér er allir velkomnir og við virðum rétt allra, óháð kyni, stöðu, uppruna, trú eða bara hverju sem er. Hér á allt gott fólk jafnan rétt. Lífið í Reykjavík gengur ekki út á að ala á ótta, tortryggni eða ruglingi. Og það eru auðvitað alltaf einhverjir sem að reyna að koma sínum sjónarmiðum eða skoðunum með því að ala á ótta eða skapa rugling. Ber stundum árangur, í stuttastund, en manneskjan er í eðli sínu skynsum skepna. Og slíkar æfingar þær virka ekki til lengdar og sagan sýnir að það kemur alltaf í baki á þeim sem þetta reyna. Það tekur mislanga tíma en óheiðarleiki tapar alltaf á lokum. Skýrleiki verður ruglingi yfirsterkari. Það er eins og skjótfengin gróði, það er erfiðara að halda á en að komast í. En forseti og kæru borgarfulltrúar, þessi fjárhagsáætlun sem við leggjum fram hér er sanngjörn. Ég vil þakka kollegum mínum í meirihluta samstarfinu, Bjartri framtíð, Samfylkingu, Vinstri grænna og Pírata fyrir ánægjulegt samstarf þessa fyrstu mánuði kjörtímabilsins og ég hlakka til að eyða næstu 4 árum með ykkur. Ég vil líka þakka fulltrúum minnihluta fyrir sitt mikilvæga hlutverk. Sumum meira en öðrum, en þeir taka það bara til síns. Ég vil þakka starfsfólki borgarna fyrir sitt góða og í mörgum tilfellum óeigingjarna starf og ég vil líka þakka borgarbúum fyrir að taka áherslum þessa meirihluta svona vel. Það er gott að finna fyrir meðbyr og hann er svo sannarlega til staðar. Ég á erfitt með að standa hér og halda ræðu við framlagningu fjárhagsáætlunar í fyrsta skipti. Án þess að nefna samstarfi fjármálaskrifstofu. Þar vil ég sérstaklega þakka þeim Birgi Birni Sigurjónsssyni og Halldóru Káradóttur. Við höfum átt frábært samstarf. Þegar ég starfaði sem aðstoðarmaður borgarstjóra þá eyddum við löngu stundu saman. Við erum alveg hætt að vaka saman á nóttunni. Það er búið að teygja svo mikið úr fjárhagsáætlunarferlinu að þetta tekur allt árið orðið. Gamall draumur fjármálastjóra hefur ræst. Þegar við ljúkum okkur af 2. desember, þá verður lögð fram áætlun hvenær eigi að hefja. Á næsta borgarráðsfundi þar á eftir verður lögð fram áætlun, ef ég þekki þetta rétt, áætlun fjármálastjóra hvenær við eigum að hefja vinnu við fjárhagsáætlun. Og hún hefst 2. janúar. En þetta er hins vegar, þetta hefur auðvitað létt mjög mikið á. Ég held að þetta hafi bætt fjárhagsáætlunarferli mjög mikið og þetta er ekki þessi skorpuvinna sem við tökum, við förum ekki í smugutúr í 4 vikur eins og var, heldur gerum við þetta jafnt og þétt, áætlunin verður vandaðri. Við höfum möguleika á að koma fleirum að henni, við getum kannski bætt okkur í því, og það er allir ábyrgir aðilar velkomnir að taka þátt í fjárhagsáætlunargerð og saman auðvitað, þetta er auðvitað samvinnuverkefni og saman gerum við þetta best, sundru gerum við þetta best, en ég ætla ekki að hafa þetta lengra, takk fyrir mig, gleðileg jól, gangi vel. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Það var allir komið hérna upp í dag og byrja ræðuna á að þakka fyrir og ég
verð nú bara að taka undir það, þetta allt saman voðalega gleðilegt og ánægjulegt að ég sé hérna í minni fyrstu umræðu að koma og ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þessi verður aftur á móti að þrátt fyrir þessi umhverfisverðlaun að þá eru loftgæðin Reykjavík ekki sem best í dag og þetta virðist hafa áhrif á heilsufar borgarfulltrúans. En ég ætla að koma hérna í dag og ræða við ykkur fjárhagsáætlunina út frá vinkli móðurinnar sem að fara yfir ársreikningana sína fyrir gerð skattframtalsins. Og á heimilinu sem ég rek ég búin að fá upplýsingar það að ég hefi rúmlega 75 milljarða í tekjur en útgjöldin á þessu ári séu 85 milljarðar og þetta á blaðsíðu 17 í frumvörpuna fjárhagsáætlun. Þetta ekki alveg nú gott. Móðirin hefur miklar áhyggjur. Mjög miklar áhyggjur. Svo miklar áhyggjur að hún fer jafnvel bara að missa svefn. Það eru ýmsir þættir sem að ég hef áhyggjur af við það að skoða þessi annars ótrúlega fínu gögn. Ég missi svefn yfir gengi, flökti í gengi vegna þess að ég sé í áætluninni og í þessu sem lagt fram bara ekkert gert ráð fyrir einum gengisveiflum. En ég get þó ekki litið fram hjá því að frá árinu 2008 hafa verðtryggð fasteignalán hækkað mjög mikið, það segir mér, og það voru mjög margir dómar ólöglega gengistryggingu og ég man ekki betur heldur en að gengi hafi verið á gríðarlega miklu flökti. En ég þarf kannski að hugga mig það við það að fjármálastjórn ríkisins gangi svo vel og vona ég það svo sannarlega að ég þurfi ekki að missa svefn yfir gengisáhættu í fjárlagafrumvarpinu. Og annað nú vísitalan og verðbólgan. Ekki áhyggjurnar yfir því minni. Og síðan það sem stór þáttur í áætlanagerðinni hjá okkur heimsmarkaðsverð á áli. Vitið að ég hafði bara ekki hugsað út í það áður en ég fékk þessi skjöl í hendurnar. Hversu svakalega miklar áhyggjur ég hef af því hvort að Boeing haldi áfram að framleiða vélar og hversu mikið ál þeir nota eða Airbus eða kannski hvort að vindmyllurnar séu með miklu áli. Ég nú reyndi að vona það að áldósir minnki mjög mikið. Ég ekki mjög hrifin af því að kaupa áldósir og þá á það skiptir ekki máli hvað innihald og allra síst að það áfengt. En það ýmislegt sem ég missi hef áhyggjur yfir. En það nú þannig að þegar húsmóðurinn sér fram á það að það munar 10 milljörðum í tekjum og gjöldum í rekstri heimilisins, að þá þarf ég að forgangsraða. Og ég veit að við erum hérna pólitísku fulltrúarnir sem eru skipuð til þess að forgangsraða. Forgangsröðun okkar allra snýst það að fólki í fjölskyldunni, borgarbúar, hafi fæði, klæði, húsnæði og húsaskjól. Þegar hart í ári eins og núna, þá bara get ég ekki farið eins oft og ég myndi vilja með börnin mín í bíó, fjölskyldunni í leikhús, í skemmtanir, kringluna, get ekki farið eins marga bíltúra, ég þarf að spara. Annars verði ég eiginlega gjaldþrota, það liggur í augum uppi. Ég mun einnig þurfa að biðja alla fjölskyldumeðlum að vinna lengur. Ég þarf að biðja börnin mínum að vinna með skóla, fá sér aukavinnu þar sem það hægt. Það sem borgin að gera? Hún að biðja okkur að vinna meira, vinna lengur, taka okkur aukavinnu þar sem það hægt til þess að auka skatttekjurnar? Það vill nú þannig til þegar ég horfa á þetta 10 milljarða króna bil að þá man ég það að ég hafði fjárfest í nokkrum félögum hérna í gegnum tíðina. Orkuveitunni sem að núna að skila mjög góðum ársreikningi og góðum tekjum, 6,1 milljarði, sýnist mér. Nú félagsbústaðir eru heldur ekki að standa sér svo illa með áætlanir, 2,3 milljarðar. Og svo eru minni félög eins og Sorpa og Faxaflóahafnir og Malbikunarstöðin. Þannig að ég ætla að fara að nota þá þessa peninga sem að þarna koma til þess að fylla upp í gatið. En ég veit að það ekki gott til langs tíma. Við getum kannski sett það fram í einhvern smá tíma.
Versta samt við þessi félög sem ég fjárfesti í að fjölskylda mín aðal viðskiptavinurinn og við þurfum alltaf að vera að borga síhækkandi gjaldskrá til þessara félaga. Það væri kannski betra að fjölskyldumeðlimir borguðu lægra verð og það væri þá minni hagnaður af þessum einingum, því þá væri hagur okkar allra sem í fjölskyldin eru, þeir sem búum hérna í Reykjavík, saman í sátt og samlyndi, umburðarlyndi og kristnum kærleika, væri bara hérlega betri. Eða kannski væri hann það bara ekki. Allavega lítur það þannig út frá þessari fjárhagsáætlun. Núverandi meirihluti sem svona kennt við vinstri meirihluta, en ég get nú tekið undir það sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði. Við skulum ekki vera of mikið að setja þetta í box. Við erum öll að vinna sama markmiði, við erum að vinna að því markmiði að skapa börnunum okkar hérna í Reykjavík, framtíðar fjölskyldumeðlimum, góðan stað til þess að vera. En það þýðir ekki bara borga og borga í sameiginlega sjóði til dreifingar til að jafna stöðu borgarana og lofa svo í aðdraganda kosninga ókeypis hinu og þessu. Skemmst frá því að segja að aðdraganda kosningabaráttunnar þegar Vinstri grænir lofuðu ókeypis leikskólum. Og í fyrstu fjárhagsáætlun sem lögður fram eftir að þeir komist í meirihluta, þá bara því miður ekki annað að sjá en það kosningalofar til barnafólks bara þverbrotið. En við skulum ekkert ræða það neitt frekar. Við sópum þessu bara undir borðið og látum sem skipti litlu máli, mjög litlu máli, bara eins litlu máli og börnin okkar eru lítil. En þetta áætlun sem verið að leggja fram og það gleðilegt að sjá að borgarstjóri í inngangi tekur sérstaklega á því hversu verðbólga lág sem að eykur ráðstöfunartekjur heimilanna. Fyrir það þökkum við náttúrulega aðgerðum í ríkisfjármálum fyrst og fremst. En það sem sérstakt í þessari áætlunargerð að það gert ráð fyrir að skattgreiðendum Reykjavík fjölgi á næsta árum 1%. En það gert ráð fyrir að vinnustundunum fjölgi 1,6%. Og ég spyr mig þá í ljósi þess að 20. maí 2000 á þessu ári samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur tillögu Vinstri grænna að setja á laggirnar starfshóp sem hefur það að markmiði að útfæra tilraunaverkefni styttingu vinnudags og án launaskerðingar. Þetta skýtur svolítið skökku við, að við eigum þetta var eins og ég sagði upp að við erum þá bara að fara að vinna meira og vinna lengur til þess að borga meiri skatta. Eða þetta bara eitthvað svona vinsældartrykk til þess að láta þetta líta vel út, að það eigi að fækka vinnustundum, en í fjárhagsáætlun sem lögð fram að þá eru þær auknar. En nú ætla ég að snúa mér aftur að móðurinni og sem var treyst fyrir því verkefni þegar hann var kosin hingað sem borgarfulltrúi í vor, að fara yfir og hafa eftirlit og sýna aðhald í rekstri borgarinnar. Að þá stakk það mig mjög að þegar svona í ári, að það munar 10 milljörðum á bara einfaldlega tekjum og gjöldum. Eðlilegt að þegar svona árar að skrifstofa miðlæra stjórnsýslu sem á blaðsíðu 33 og sameiginlegur kostnaður sé tæplega 9,4 milljarðar. Kostar þetta virkilega 13% af þeim tekjum sem við höfum til ráðstöfunar að reka þetta batteri? Ég hefði kannski öllu jöfnu ekki tekið undir svona sjónarmið með samstarfsflokks okkar í minnihluta sjálfstæðismanna, en það nokkuð ljóst út frá þessum tölum að báknið bara stækkar og stækkar. Það almennt talið ódýrara að reka stærri fjölskyldueiningar en minni, en það erfitt að sjá að hagkvæmni stærðarinnar sé að nýtast í þessum rekstri. Já, hvað að leika mér aðeins með tölunar til þess að reyna að átta mig á því hvar það sem að hvernig væri hægt að spara. Og þegar ég horfa á heimilisreksturinn hjá mér, hvað hægt að spara, að þá byrja ég að sjálfum mér.
Ég byrja á því að takmarka fatainnköp, segja upp áskriftum, minnka rafmagnsnotkun, passa að börnin slökkvi ljósin þegar þau fara úr herbergjónum, nota bílinn minna. Það eru svona hlutir sem snúa að mér sjálfri. Og ásamt því að leita að frekari aukavinnu sem ég þarf klárlega að leggja mín lóð á vogaskálna hvað það varðar. En skóla- og frístundarsvið, það fær 25% af heildartekjum borgarinnar. Velferðarsvið fær 49 tæplega. En sameiginlegur kostnaður hérna í Reykjavík er 30%. Og mér finnst það allt of mikið og það finnst okkur hjá Framsókn og flugvallavinur vera allt of mikið. En þá ætla ég að snúa mér að þessum fyrirtækjum sem ég fjárfest í, sem að skila núna hagnaði. Og af hverju það er að félagsbústaðir séu reknir með hagnaði. Maður gæti spurt sig, og nú er þetta spurning um pólitíska forgangsröðun, af hverju þá ekki frekar leigan lækkuð á þá sem eru þar í húsnæðinu? Því að það er alveg klárt að í þessum áætlunum sem lagðar fyrir eru ekki gert ráð fyrir ný fjárfestingu, en eins og komið hefur fram hjá öllum borgarfulltrúum held ég, að þá ber að fagna sérstaklega tillögu borgarstjóra það, eins og ég skili það, að það er að fjárfesta í 509 íbúðum hjá við félagsbústaðum hið allra fyrsta. En við verðum að hafa í huga að það er bara komið að skuldadögum núverandi meirihluta gagnvart fyrrverandi meirihluta. Því að það var ekkert fjárfest á síðasta ári. Og mér fannst Vinstri grænir standa sér svakalega vel á síðasta kjörtímabili í að reyna að ýta á þáverandi meirihluta í að fjárfesta, og ég ætla mér bara það að þeir leggi sín lóð á vogarskálarnar í núverandi meirihluta að auka fjárfestingar í félagslega húsnæðiskerfinu. En það eru til peningar til þess að fjárfesta í húsnæði, ef þeir væri ekki notað til þess að stokka upp í þetta 10 milljarða króna gat sem þarna er. Í annan stað að þá er það þannig að þær fjárfestingar sem að þessi fyrirtæki sem Reykjavíkurborgar ætlar að fara í, hvernig er hægt að réttlæta það þegar svona árar eins og núna að það verði farið í fjárfestingar hjá Sorpu upp á rúmlega 2 milljarða í er ekki metanstöð held ég örugglega. Nú þurfum ég að fara hérna á milli. Já. Það sem er mjög skýtur skökku við, og nú ætlum ég að fá að lesa hérna með leyfi forseta upp á blaðsíðu 6 í rekstraráætlun Sorpu. Samþykkt rekstraráætlun felur ekki í sér ákvörðun fjármögnun verkefnisins, heldur verði fjármögnun áætlun lögð fyrir eigendur áður en endanleg ákvörðun tekin í stjórn Sorpu BS. Í áætlun er gert ráð fyrir eigendur leggi fram 650 milljónir í stofnfé fyrir nýjum framkvæmdum, hluti verið fjármagnar rekstri og hluti með lánum. Í áætlunum er gert ráð fyrir eigendur leggi fram stofnfé árið 2015 og 16. Svo með leyfi forseta held ég áfram, en sérstaklega undirstrikað, til að áætlanir fjármagnar rekstri geti gengið eftir þarf að hækka gjaldskráin frá vísitölu og gert ráð fyrir að gjaldskrá fyrir úrgang til urðunar hækki 1 krónu á kíló án vaski í byrjun árs 2015. Gert er ráð fyrir að slík hækkun skili 100 milljónum í auknum tekjur ári. Þannig að það er verið að fara hérna í fjárfestingar sem að ekki liggur fyrir og ég get ekki séð að gert ráð fyrir í áætlunum hjá borginni. Það er líka mjög áhugavert að gera umtalsefni þann kafla sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal gerði hér í ræðu sinni þegar hann talaði uppbyggingu Reykjavík til 2024. Og þá segir með leyfi forseta: meginþungi uppbyggingar á næstu árum verður opinbert húsnæði og hótel.
Vaxtabroddur í ferðaþjónustu mun væntanlega skila töluverðum uppbyggingu nýs húsnæðis en vaxandi þörf fyrir gistirými er einnig mætt á stórum hluta með umbreytingum á húsnæði þegar er til staðar. Stærstu verkefnasviði atvinnuhúsnæðis á næstu árum er bygging Alvogin í Vatnsmýrinni, bygging hótels við Höfðatorg, fyrir hótel og uppbygging skrifstofhúsnæðis við Hörpu, TRH-reit, bygging hótela á Laugavegsreitum við Hverfisgötu og í Kvosinni. Að við erum eiginlega bara að fara að byggja hótel og lifa vestmegin. Ekki finnst mér það til þess að hrópa húrra fyrir. Ég ætla ekki að hafa þetta innlegg móðurinnar og borgarfulltrúans eitthvað mikið lengra í dag. Það er alveg ljóst að við þurfum í anda lýðræðis og ég bind miklar vonir við Pírata og nefnd þeirra í stjórnskipunar- og lýðræðisráði það að næsta ári þegar þetta verður lagt fram að þá höfum við meiri tíma til þess að skoða hlutina. Þetta er allt og skammi tími. Jafnvel þó að ég hafi það orðað mér að vera rosalega dugleg. Þú veist, að þá mun ég fara með mun nákvæmari, mun ítarlegri og eflaust mun leiðilegri og þurri og illskiljanlegri hætti þetta í desember. En ég hef ekki alveg lokið máli mínu. Því áður en ég geri það, þá vil ég beina þess sjónum mínum að þessu hvernig verklagið er á þessu og varðandi allar áætlanir sem eru lagðar fram. Borgarstjóri fór góðum orðum með það og útskýrði fyrir okkur að það eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem gilda A-hlutann og svo náttúrulega og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem gilda líka dótturfyrirtækin en síðan er ákveðin fráviksaðferð notuð. Og út frá því að þá miðast þessi 5 ára áætlanagerð. En nú er það þannig að það liggur fyrir lagafrumvarp á Alþingi opinber fjármál og sem taka gildi, þetta er stjórnarfrumvarp þannig að það má gera ráð fyrir að það taki gildi 1. janúar 2015 en þar er einmitt verið að gera ráð fyrir breytingu hvað snertir framsetningu og meðferð tekna og til þess að vekja athygli á þá gildir þetta sveitarfélög líka. Það sem er sérstakt er að með frumvarpinu er lagt til alþjóðleg reikningsskilastaðall fyrir opinbera aðila verði notað við uppgjör A-hluta. Og í því felast margháttar breytingar í núverandi uppgjörsaðferðum og það er sérstaklega tekið fram í greinagerðinni að með frumvarpinu er lagt til að falli verði frá fráviksaðferðinni. Og þeir spyrja, hvaða áhrif hefur það á þess að áætlanagerð hjá okkur til næstu 5 ára? Kannski er ég bara 1 ári og fljót og við þurfum ekki að huga þessu fyrir á næsta ári, en áætlun er lögð fram til 5 ára og það liggur fyrir þetta frumvarp sem kemur til með að breyta mjög miklu hjá okkur. Og helstu breytingan eru þannig að efnislegar eignir verða færðar í efnahagsreikning og afskrifaðar í samræmi við líftíma þeirra og færast áhrif að verða og gengisbreytinga í rekstrarreikning. Og í greinargerðinni er sérstaklega talað um að upptaka alþjóðlega reikningsskilastaðals opinber fjármál hefur mikil áhrif á færslumeðferð og niðurstöður úr reikningshaldi A-hluta í heild. Þannig að mér finnst mjög kannski þurfum við bara að taka þessa umræðu á næsta ári en mér finnst fyrirvari þá við alla áætlanir eftir 2016 að því það er verið að fara að breyta leikreglunum svo mikið. Ég ætla að nota þetta tækifæri og óska eftir því að minnihlutinn hafi meiri aðkomu að gerð fjárlagafrumvarpsins heldur en það hefur verið. Þetta er reyndar mitt fyrstu kynni af þessu en ég sé það að við eigum að starfa í anda samvinnu og þá þarf þetta ferli að vera miklu lengra og nákvæmar upplýsingar að liggja fyrir. En ég vona aftur á móti að varðandi upplýsingarnar að eins og segja Píratarnir beiti sér fyrir því í framhaldinu. Takk ykkur fyrir.
Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Sóley og Kjartan, vinsamlegast gangi inn í salinn. Sóley, borgarfulltrúi Tómasdóttir, þú ert næst á mælendaskrá. Sannaðu það. Forseti og góðu borgarfulltrúar. Þetta í 9. skipti sem að ég tek þátt í umræðum fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þó það sjáist ekki á mér. Fram til þessa hefur framlag mitt til umræðnanna verið nokkuð staðlað. Vinnan hefur ekki verið á mína ábyrgð og í áætlunum hefur komið svo sem margt ágætt fram en annað sem að betur hefði mátt fara. Þessar fjárhagsáætlanir, þessar 8 fjárhagsáætlanir sem hafa verið afgreiddar með mig hér í salnum, hafa verið mjög misgóðar. Sumar hafa verið algjörlega óskiljanlegar, sér í lagi á tímabilinu þegar farið var í tiltölulega sársaukafullar niðurskurðar og hagræðingaraðgerðir og gjaldskrár voru hækkaðar, þó svo að útsvarsheimild borgarinnar væri ekki fullt nýtt, sem betur fyrir dálítið langt síðan það gerðist síðast. Aðrar fjárhagsáætlanir hafa verið mun betri, sér í lagi upp á síðkastið, þó aldrei hafi þær verið þannig að ég hafi getað samþykkt þær. Þetta 9. skiptið í umræðunum sem ég er hér að taka þátt í, að þá þetta í fyrsta skipti sem að ég hef tekið raunverulegan þátt í gerð fjárhagsáætlunarinnar. Þetta í fyrsta skipti sem ég tala fyrir því að fjárhagsáætlunin sé samþykkt og þetta í fyrsta skipti sem ég sátt við framlagt frumvarp. Ég verð að viðurkenna að mér finnst þetta svolítið skemmtilegt og hátíðlegt. En forseti, af hverju ég ánægð með þessa fjárhagsáætlun? Hvað það sem hefur breyst og þessi fjárhagsáætlun þó fullkomin? Ég ætla að velta þessum spurningum fyrir mér hér í dag, enda hefur borgarstjóri farið mjög ítarlega yfir helstu efnisatriði áætlunarinnar. Hann hefur rakið tölur og sýnt fram á að áætlunin endurspeglar ábyrga fjármálastjórn og sanngjarna forgangsröðun. Ég þarf ekkert að endurtaka það, enda var það ansi löng ræða en mikilvæg hjá borgarstjóra. En byrjum á fyrstu spurningunni, af hverju ég ánægð? Ég sannfærð að áætlunin skref í átt að markmiði okkar friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum eins og segir í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans. Nýir kjarasamningar skref í átt að réttlátara samfélagi þar sem kjör kennara hafa verið leiðrétt, auk þess sem nú hillir undir að lagfært og leiðrétt starfsmat líti dagsins ljós. Kynbundinn launamunur, bæði mældur og ómældur, mun þannig minnka strax á næsta ári vonandi og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að útrýma honum sem allra fyrst. Lækkun leikskólagjalda, samræmdari systkinaafslættir og hærra frístundakort ekki síður skref í átt að réttlátara samfélagi þar sem samneyslan notuð til að tryggja jöfn tækifæri til menntunar og velferðar. Samfélagi þar sem að börn ekki látin líða fyrir fjárhag foreldra sinna, samfélagi þar sem við öxlum ábyrgð í sameiningu. Skipulag borgarinnar, nýtt aðalskipulag, fyrirhugaðar hverfisskipulagsáætlanir, markmið í húsnæðisstefnu og samningar uppbyggingu ekki síður til að stuðla að réttlátari Reykjavík. Að ekki sé talað fyrirhugaðar fjárfestingar og mögulegar framkvæmdir á vegum félagsbústaða. Ljóst að pólitískar áherslur meirihluta borgarstjórnar geta haft mikil áhrif á fasteignamarkaðinn, á möguleika fólks til þess að koma sér þaki yfir höfuðið, að fjölga þeim leiðum sem hægt að fara. Réttlátari Reykjavík þar sem að fólk hefur raunverulegt val kaup, leigu eða búseturéttarkerfi, eða eitthvað allt annað sem við höfum ekki ennþá fattað upp á, en við munum styðja við sem meirihluti borgarstjórnar það að fólk hafi fjölbreyttari leiðir til að koma sér þaki yfir höfuðið. Hjólreiðaáætlunin og fyrirhugaðar framkvæmdir í hennar þágu ekki síður til að stuðla að réttlátari Reykjavík þar sem allir sitja við sama borð. Enn langt í land ef okkur alvara með raunverulegt val á milli samgönguhátta. Ef við viljum tryggja raunverulegt jafnræði, þá verðum við að halda áfram í þágu gangandi, hjólandi og almenningssamgangna. Og það það sem við erum að gera. Bætt þjónusta Strætó BS og bætt aðstaða til hjólreiða forgangsmál í þágu allra samgönguhátta, líka einkabílsins.
Því þegar öll er á botninn hvolft græða fæstir meira á eflingu hjólreiða og almenningssamgangna en þeir sem eftir eru á götunum í einkabílum. Í áætluninni sjást kynjaðar áherslur víða fyrir utan athugun okkar að kynbundna launamuninum og verkefnum á sviði kynjaðrar fjárhagsáætlunargerðar sem eru gerð ágætt skil í greinargerð með fjárhagsáætluninni að þá er líka boðuð tillaga á milli umræðna að fara í aðgerðir til þess að uppræta heimilisofbeldi sem er eins og annað kynbundið ofbeldi en ljótasta birtingarmynd kynbundins ofbeldis. Kynjuð fjárhagsáætlunargerð er langtímaverkefni en hillir ekki undir að við, eða enn er það ekki svo að við séum farin að beita hér kynjaðri fjárhagsáætlunargerð eins og best væri á kosið en við erum komin vel á veg og stefnum að því að árið 2018 getum við sagt að við verðum komin með að fullu innleidda kynjaða fjárhagsáætlunargerð. Og það er eins og við höfum margrætt hér í þessum sal til hagsbóta ekki bara fyrir konur og kalla heldur sýna rannsóknir það að kynjuð fjárhagsáætlunargerð leiðir til miklu stöðugri og ábyrgari rekstrar almennt og bættrar nýtingar fjármagns. Við sem sagt ætlum að leggja okkur fram að beita okkur á öllum sviðum, á sem allra flestum sviðum til að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna, gegn ofbeldi, gegn kynbundnum launamun, gegn staðalmyndum, fyrir jafnari tækifærum barna, karla og kvenna, alveg sama á hvaða aldri þau eru og þau verkefni eru unnin úti á öllum þeim sviðum sem að borgin er að reka bæði í gegnum kynjaða fjárhagsáætlunargerðina eins í tengslum við mannréttindaskrifstofu, mannréttindafulltrúana, jafnréttisskólann og svona get ég lengi talið. Í fjárhagsáætluninni endurspeglast enn fremur áherslur meirihlutans á að hlúa að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best. Ég er sannfærð að nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð með erindreka gagnsæis og lýðræðis mun færa þjónustuna nær fólkinu og fólkið nær þjónustunni og ég efast ekki að borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen sem hér mun tala á eftir í fyrsta skipti í þessum sal eigi eftir að fara meira yfir það. Að lokum er ég ekki síst ánægð með þær áherslur sem að endurspegla virðingu fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni. Fyrrgreindar áherslur í skipulagsmálum og framkvæmdum í þágu fjölbreyttari samgönguhátta eru vissulega í þágu sjálfbærari borgar en ekki síður í þeirri vinnu sem að framundan er í aðgerðar- og viðbragðsáætlun vegna loftslagsbreytinga í samstarfi við aðrar evrópskar borgir í umhverfismálum, í aukinni áherslu á Orkuveitu Reykjavíkur og úrlausnum á sviði umhverfismála og svona gæti ég lengi talið. Ég get auðvitað ekkert lesið upp hér tæmandi lista yfir það sem ég er ánægð með í þessari áætlun, en ég gerir ráð fyrir að þessi útlistun ætti að sannfæra fólk að ég sé bara tiltölulega sátt. Þá er ég komin að næstu spurningu og hún er öllu flóknari. Hvað er það sem hefur breyst? Af hverju er ég ánægð núna en ekki fyrir ári síðan? Hvað breytist þegar að Vinstri græn eiga aðkomu að fjárhagsáætlunargerð Reykjavíkurborgar? Ég verð að segja, ég hélt að þessu yrði kannski auðsvaraðar heldur en það raunverulega varð, enda hafa ræður mínar undanfarin ár snúist að hluta til að lýsa hvernig fjárhagsáætlun Vinstri grænna myndi líta út ef að Vinstri græn ættu þátt í henni. Og hvað er það sem að væri öðruvísi? Þetta hafa allar þessar ræður verið tiltölulega útópískar, hafa snúist það ef að Vinstri græn væru ein við völd, að þá myndi fjárhagsáætlun líta út með einhverjum hætti, en þær hafa þó snúist aukna áherslu á félagslegt réttlæti, umhverfi og kvenfrelsi. Og hvað hefur þá gerst? Er allt gott í þessari áætlun fyrst að Vinstri græn eru með og er allt þetta góða í áætluninni Vinstri grænum að þakka? Var það eina sem að þurfti til þess að hér væri komin almennilega fjárhagsáætlun? Nei, auðvitað ekki. Þessi fjárhagsáætlun er unnin af 4 flokkum sem að bjóða ekki að ástæðulausu fram sitt í hvoru lagi, en flokkum sem eiga ótrúlega margt sameiginlegt. Og þá er ég aftur komin að því að vitna í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans það að við ætlum að leggja meiri áherslu á það sem að sameinar okkur en hitt sem að sundrar. Í þeim anda ætla ég ekki að eigna okkur Vinstri grænum eitt eða neitt, ekki frekar en Samfylkingu, Bjartri framtíð eða Pírötum. Það er fullkomin óþarfi að stimpla áherslurnar, kostnaðarstaðina eða bókhaldslyklana. Áætlunin er eins og hún er að því við unnum í góðu samstarfi að því að koma því besta úr áherslum og hugmyndafræði allra flokka að. Og þá, háttvirtur forseti, er bara ein spurning eftir. Er fjárhagsáætlunin fullkomin?
Erum við sátt og hefur öllu verið komið til leiðar? Nei, það er ekki þannig. Auðvitað er hún ekki fullkomin. Við höfum meira að segja eftir að breyta heil miklu áður en hún verður endanlega samþykkt. Eða ég vona það, við höfum allavega eftir að leggja fram breytingatillögur. En fyrir utan það, einhverja núansa og minniháttar breytingar sem við gerum ráð fyrir að koma til með að eiga sér stað áður en að fjárhagsáætlunin þessi verður samþykkt, að þá er kjörtímabilið auðvitað rétt að byrja og margt framundan. Samstarfsyfirlýsingin er það leiðarljós sem við miðum við og fjárhagsáætlunin mun taka nokkuð fyrirsjáanlegum breytingum eða fjárhagsáætlanir komandi ára munu taka nokkuð fyrirsjáanlegum breytingum út frá því sem að kemur fram í samstarfsyfirlýsingunni. En þess utan mun okkur vonandi takast að breyta og bæta fjárhagsáætlunarferlið enn frekar. Það er alveg rétt sem að félagi minn borgarfulltrúi Björn Blöndal fór yfir hér áðan að frumkvæði sennilega fjármálaskrifstofunnar hefur fjárhagsáætlunarferlið batnað mjög. Það hefur tekið miklum breytingum, bæði erum við farin að gera þetta fyrr á árinu yfir lengri tíma en við erum farin að hugsa hvert skref í fjárhagsáætlunarferlinu betur. Við getum samt gert enn betur og það er bara spennandi verkefni að halda áfram að þróa þetta ferli. Ég hef lengi talað fyrir því og ég held að við þurfum að reyna að komast áfram í því að skoða hvort að við getum gefið rammaúthlutuninni betri gaum og lagt ríkari áherslu á umræður forgangsröðun og hugmyndafræði áður en að römmunum úthlutað. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða hvort að hægt er að gera og breyta hliðra til ferlinu. Ég geri líka ráð fyrir að við munum gera einhverjar tilraunir með það að opna verklagið og fá borgarbúa í auknum mæli að fjárhagsáætlunarvinnunni, hvort sem að það verður gert rafrænt eða með einhverjum fundum eða hugmyndavinnu. En einhvern veginn munum við vonandi stíga skref til þess að prófa okkur áfram og þróa fjárhagsáætlunarferlið enn frekar til þess að í þágu náttúrulega bæði rekstrar og bara borgarbúa og samfélagsins. Síðast en ekki síst vonast ég til þess okkur lánist að leggja enn ríkari áherslu á menntun og velferð þegar kemur að samneyslunni. Að sameiginlegir sjóðir borgarbúa séu nýttir í þágu samfélagslegra hagsmuna og almannaheilla, að við takmörkum fjárútlát til afmarkaðri hópa eða sérhagsmuna. Hluti af þessu er að vinna að sanngjarnari gjaldskrám sem að við höfum þegar stigið einhver skref gagnvart. Gjaldskrám þar sem að mengunarbótareglan er virt, að við niðurgreiðum ekki bílastæði eða sorphirðu eða umsýslu vegna framkvæmda, en að við höldum áfram að draga úr kostnaðarhlutdeild foreldra vegna menntunar barna og að allir borgarbúar geti treyst á góða þjónustu á þeim sviðum sem skipta máli þegar öll er á botninn hvolft. Áður en ég lýk máli mínu, þá vil ég taka undir þakkir annarra borgarfulltrúa hér og ég vil þakka sérstaklega félögum mínum í þessum nýja meirihluta fyrir sérstaklega ánægjuríkt samstarf þessum af kjörtímabilinu. Það hefur verið miklu auðveldara heldur en ég bjóst við að berja saman þessari fjárhagsáætlun, bæði vegna þess að við höfum verið minna ósammála en ég bjóst við, en líka vegna þess að við höfum verið tiltölulega lausnamiðuð og komist að niðurstöðu án þess að það hafi verið nein teljandi vandræði neins staðar á leiðinni. Ég vil líka þakka fjármálaskrifstofunni og öllu starfsfólki borgarinnar fyrir þeirra framlag til þessarar vinnu. Það er náttúrulega þau sem að vinna vinnuna þó að við séum að reyna að forgangsraða og það er mjög mikilvægt að hafa gott fólk í því og að tuska okkur svolítið til þegar við erum orðin óraunhæf í okkar pólitísku áherslum. En að lokum vil ég, kæru borgarfulltrúar og forseti, enda á að ítreka hversu hátíðleg þessi stund er fyrir mér. Ég er hjartanlega sannfærð að framkomið frumvarp á fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun sé til hagsbóta fyrir samfélagið, fyrir Reykjavík og Reykjavíkinga og ég hlakka til að halda áfram að vinna í þágu þeirra. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen. Hann er að sitja hér í dag sinn fyrsta borgarstjórnarfund og heldur því sína jómfrúrræðu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og áheyrendur nær og fjær. Þegar Píratar lögðu í það stórverkefni í vor að bjóða sig fram í borgarstjórn, bjóst í raun enginn við því að við myndum komast inn í stjórn. Kjósendur gáfu okkur á nefa, flestir atkvæði sitt, fyrst og fremst,
í þeirri von að rödd okkar ætti samhljóm með og mætti skilningi hjá þeim flokkum sem myndu fara í meirihluta-samstarfið. Að rödd lýðræðishugsunar fengi áheyrn. Sem fyrsta skref í borginni var það því óvæntur en sannarlega velkomin árangur að fá tækifæri til að stíga inn í þetta samstarf. Tækifæri til að hafa bein og merkenlega áhrif á starfið sem hér á sér stað og axla á því ábyrgð. Ég vil þakka fyrir þetta tækifæri. Pírataflokkurinn er ungur og uppreisnargjarn, en þessi árangur hér í borginni er samt sem áður staðfesting á því að Píratar eru ekki bara hópur sveittra drengja af virkinu sem spila tölvuleiki í myrkrinu, heldur fullburða stjórnmálaafl. Píratar eru breiður hópur fólk sem vinnur saman á grundvelli sameiginlegrar grunnstefnu. Þessi grunnstefna samanstendur á nokkrum áhersluatriðum sem við höfum að leiðarljósi í allri okkar vinnu. Þau eru beint lýðræði, sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga, upplýsinga og tjáningafrelsi, kannski setja smá emphasis þarna á upplýsinga, gagnsæi stjórnsýslunnar, friðhelgi einkalífsins, borgararéttindi og upplýsta stefnu. Við róum að því öllum árum að innleiða þessi gildi í öll stig stjórnsýslunnar og næstu 4 ár gefast einstök tækifæri til þess hér í Reykjavík. Stóru áherslumálin okkar í borginni kosta ekki stórar upphæðir í framkvæmd, heldur fyrst og fremst aðeins breyttan hugsunarhátt og aðferðir. Þetta hafa samstarfsflokkar okkar í meirihlutanum tekið vel í og sýnt skilning og því er ýmislegt frábært á döfinni hjá þessum meirihluta sem að gera veröldina örlítið betri. Fyrst ber þar að nefna stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem að hann Halldór okkar leiðir. Þegar slíkum árangri er náð myndum við sem spilum tölvuleiki stöku sinnum segja Achievement Unlocked. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð er vettvangur fyrir stefnumótun í stjórnkerfisumbótum og aukinni lýðræðisvæðingu kerfisins. Í því sitja fulltrúar frá öllum flokkum og með því mun starfa erindreki gagnsæis og samráðs sem er nýtt embætti sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætluninni. Segja má að þarna sé komin svonefndur ábyrgðaraðili upplýsingagagnsæis sem við Píratar eru með á stefnuskrá okkar að innleiða í kerfið, nema hvað, í aðeins útvíkkaðri mynd. Með þessu fyrirkomulagi ætti að skapast þverpólitísk sátt meginlínurnar í nauðsynlegum breytingum sem færa okkur í átt að meira gagnsæi og íbúðalýðræði. Enda eru fáir sem geta sett sig upp á móti því að slíkar breytingar séu æskilegar. Þó er stundum deilt aðferðir og leiðir í átt að því markmiði, eðlilega. Hálnaði verk þá hafið er. Sjáu til, ég fæ nefnilega stundum á tilfinninguna að bara svo staðreynd að flokkur með skýrt afmörkum markmiði í gagnsæi stjórnsýslu og íbúðalýðræði hafi verið kosininn hafi valdið straumhvörfum í stefnumálum og starfi allra flokkana. Skyndilega urðu þessi málefni á allra vörum. Achievement Unlocked. Það var meðal annars til þess að í nýrri fjárhagsáætlun setur borgin sér hér með markmið varðandi fjárhagslegt gagnsæi. Meðal undirmarkmiða má telja fram að fjárhagsáætlanir, árshlutauppgjör og ársuppgjör verði gerð aðgengileg á vef borgarinnar með möguleika á að, og hér kemur þvílík rómsa af fjármála og upplýsingafræði hugtökum sem ég ætla ekki að hafa eftir. Í stuttu máli sagt þá verða upplýsingar fjármál borgarinnar gerð aðgengilegri en nokkru sinni fyrr. Og þar á meðal verður sem mest af grunnupplýsingum fjármál borgarinnar komið á opin gagnavef. Ég tel að þetta sé jákvæð byrjun og í takt við áherslu Pírata og ákall almennings og flokkana sem eru í minnihluta. Achievement Unlocked. Nokkur skortur hefur verið á aðgengi fólks að þeim gögnum sem liggja fyrir á fundum fagráðanna. Úr því verður bætt jafnvel fyrir jól, en þá munu fundargögn ráðsfunda liggja fyrir á sama stað og fundagerðirnar. Achievement Unlocked. Við hjá ITR gerum það sama fyrir heilan haug af skýrslum, svo dæmi sé nefnd, og öðrum gögnum sem sviðið vinnur með. Stórt safn gagna er nú aðgengilegt á síðu sviðsins. Achievement Unlocked. Hverfisráðin eru annar vettvangur þar sem að breytingar verða gerðar, en fyrsti opni fundur stjórnkerfis- og lýðræðisráðs verður fókuseraður á það málefni. Niðurstöður frá þeim fundi munu gefa okkur góða hugmynd hver fókusin á að vera. Ein hugmynd er að stækka ráðin, önnur að kjósa þau beinum kosningum. Draumurinn er þó auðvitað að ráðin fái auki vægi, til dæmis með því að taka sér ákvörðunarvald í ákveðnum málum og verða því öflugri vettvangur fyrir íbúa hverfanna. Þetta er stórt verkefni á flókið, svo ég get ekki sagt Achievement Unlocked alveg strax, en að þessu störfum við. Minnkandi kosningaþátttaka er mikið áhyggjuefni sem áherslur Pírata eru vel til þess fallnar að bæta úr. Með dreifingu ákvarðanavalds teljum við að hægt sé að skapa jákvæða upplifun af lýðræðisþátttöku, til dæmis með því að auka valdsvið hverfaráða og færa ákvarðanavald nær almenningi. Er það ekki annars sjálfsagt mál að forgangsröðun innan hverfis eigi sér stað innan hverfis?
Og síðan það betri Reykjavík og betri hverfi. Það verður gerð úttekt á þessum kerfum með það fyrir augum að vinna að næstu skrefum í þróun rafrænna leiða fyrir íbúaþátttöku. Rafrænar lausnir eru nefnilega ágætlega til þess fallnar að vera viðmót til beinnar þátttöku í ákvörðunum. Stóra spurningin hreinlega útfærslan. Nú búum við að mikilli reynslu eftir áralanga notkun kerfana frá íbúum og hlökkum til að útfæra þetta enn frekar, gera betri Reykjavík enn betri. Og þetta hér síðan alveg rosalega stórt. Það grundvallamál að vinna reglugerð framkvæmd íbúakosninga. Því þó heimild sé fyrir slíkum kosningum í lögum, þá hefur verið sár skortur á útfærslu á þeirri heimild. Á leikmannamáli staðan þessi. Kallið 20% íbúa Reykjavíkur eftir íbúakosningum tiltekið mál veita núgildandi lög leyfi til þess. Hins vegar ekki til nein praktísk útfærsla á þessu leyfi og úr því verður að bæta. Þetta hljóma kannski eins og ógeðslega kerfislegt faðurinn, en þetta ógeðslega mikilvægt. Við viljum að þessi málskotsréttur borgarbúa sé ekki bara á pappír, að hann verður raunhæfur möguleiki í hugum Reykvíkinga til að veita okkur aðhald og að þessu verður unnið fullum fetum. Það þó ekki þannig að Píratar ætli sér að taka kredit fyrir allar framkomnar tillögur sem eiga samhljóm með okkur. Alls ekki. Stundum gerast hlutirnir alveg án okkar aðkomu og það eitt og sér ætti eiginlega vera tilefni til þess að halda partí. Það sama hvaðan gott kemur. Það vissulega full ástæða til að fyllast þakklæti yfir því að sú orðræða og þau málefni sem við stöndum fyrir mæti skilningi og fái framgöngu hjá borginni. Nú næstum hálft ár liðið og það stendur ekki á árangrinum. Við erum með útsendra allstaðar eins og góðum byltingarsinnum sæmir. Okkar fulltrúar í hverfaráðunum, fagráðunum, nefndum hvers konar og stjórnum standa sig allir með prýði og halda á lofti fána lýðræðis, frelsis og samfélagslegrar samábyrgðar. Ég alveg að verða búinn. Cue the dramatic music. Öll okkar vinna snýst að efla getu almennings til þátttöku. Fyrsta skrefið alltaf að veita upplýsingar og eins og sjá má hafa verið stigin stór skref í átt að því. Með þau vopn sem upplýsingin veitir almenningi auðveldara fyrir okkur öll að hafa heimil, fyrir ykkur öll að hafa heimil á okkur sem sitjum í borgarstjórn. Það ykkar að ákveða hvernig borg við búum í. Það ykkar að gera grein fyrir skoðunum okkar. Það síðan okkar að hlusta og ég trúi því að það sé okkar verkahring að búa svo hnútana að boðleiðir séu skýrar. Látið okkur vinna fyrir kaupinu. Að lokum að þá vil ég þakka, það hafa allir verið að þakka þetta svo mikið að ágætt ég geri það bara líka. Ég vil þakka sérstaklega borgarfulltrúum og starfsmönnum á sviðunum fyrir óendanlega þolinmæði í garð okkar nýliðana í borginni. Þetta svo sannarlega mikið lærdómsferli og að því sögðu þá þakka ég fyrir mig. Takk. Borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen hefur lokið jómfrúrræðu sinni og hann boðinn velkominn á vettvang borgarstjórnar og þá lýkur umræðunum hér háttvirtur borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst þakka fyrir málefnilegar og góðar ræður sem hafa verið fluttar hér í dag. Fram á komið einstakar spurningar sem við höfum tekið skipulega saman og munum fara yfir svörin við í síðar umræðu. Rétt að taka fram að þau frumvörp að breyttum reikningsskilum hins opinbera breyta fyrst og fremst reikningsskilum ríkisins eða yfir á það horf sem að reikningsskil sveitarstjórna eru í dag. En öðru leyti held ég láti bíða með að fara yfir svör þá til í síðar umræðu eins og hefðbundið en þakka fyrir þessa fyrstu umferð og ítreka tillögur að frumvörpin gangi til síðar umræðu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu samkvæmt 4. liðar fundarins þar sem að við afgreiðum hér ýmist samþykkjum eða afgreiðum til seinni umræðu þá liðar sem að þar koma fram og við byrjum á því að taka fyrir 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október sem tillaga borgarstjóra álagningar hlutfall útsvars. Þau sem að samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá tekin fyrir 5. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október sem tillaga borgarstjóra álagningar hlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu. Þau sem að samþykkja það gefi merki. Sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá tekin fyrir 7. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október sem tillaga borgarstjóra viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega. Þeir sem samþykkja það gefi merki.
Sem á móti kunna, já, það er samþykkt samhljóða, einróma. Þá er tekin fyrir 10. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október þar sem lagt til að vísa tillögu borgarstjóra gjaldskrár til afgreiðslu. Já, ég á eftir hér 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október, við skulum taka hann fyrst fyrir. Það er tillaga borgarstjóra lántökur vegna framkvæmda á árinu 2015, þau sem samþykkja það gjöfumerki. Sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er tekin fyrir þessi 10. liður þar sem lagt til að vísa tillögu borgarstjóra gjaldskrár til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar þann 2. desember næstkomandi, þau sem samþykkja það gjöfumerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er tekin fyrir 2. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október þar sem lagt til að frumvarpið af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 ásamt greinargerð og starfsáætlunum verði vísað til síðari umræðu þar sem samþykkja það gjöfumerki. Sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá er tekin fyrir 3. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október þar sem lagt til að frumvarpi að 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2015 til 2019 verði vísað til síðari umræðu og þau sem samþykkja það gjöfumerki. Það sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Þá höfum við lokið liðum 1 og 2 og greitt atkvæði málsmeðferð á þeim liðum sem að þeim tengjast og segjum þeim lið lokið, förum